Komið sæl og verið hjartanlega velkomin í frétti vikuna með Snorra Másinni. Föstudaginn 2. ágúst 2024. Virkilega ánægilegt að vera með ykkur hérna í upphæðu verslunarhelgarinnar og ég vona að þið séuð í bílnum á leiðinu út á land að hlusta á þetta. En annars þetta tímalaust efni sem varir til eilíðar og verðmætin sem hérna hafa verið sköpuð. Þau ganga aldrei tilbaka, þau hafa hér með verið sköpuð og það viðtalið við Dóra DNA, Halldór Laxness, öðru nafni. Fréttivikunar hafa einföld, eða viðtalvikunar eins og þetta stundum kalla núna í bransanum, hafa einföld kjörorð og þau eru ást á ættjörðu, ást á sannleika. Það mjög þægilegt og mjög göfugt og mjög hreinsandi að lifa einfallega við þetta. Einhverjar aðstæður blasa við og þú spyrði hvernig greiði úr þessum aðstæðum og svarið með því að leita í þessi gildi mín, ást á ættjörðu, ást á sannleika. Og það ótrúlegt hvaða sannleikur mun opinberast hér við að gera það. Fréttivikunar, eða viðtalvikunar, í samstarfi við öflug íslensk fyrirtæki og við erum á frjálsum markaði, við erum ekki að nota peningana sem stólið að þér við hver mánaðamót til þess að greiða þetta niður. Heldur, gerum við þetta vegna þess að fólk hefur áhuga á að heyra þetta. Ef enginn hefði áhuga að heyra þetta, það væri til ólíkt því sem við fáum til missi á Ríkisútvarpinu. En hvað það? Fréttivikunar í samstarfi við Myntkaup. Myntkaup einfalda og örugga leiðin til þess að kaupa Bitcoin á Íslandi. Þetta vaxandi eignaflokkur, fólk hefur áhuga á þessu, fólk hefur áhuga á því að fá sér smá Bitcoin eða bæta við sig í Bitcoin ef þetta að fara upp, ef þetta að fara niður, ef þetta fest. Nú þetta í kringu 65.000 dali. Myntkaup.is einfalda og örugga leiðin fyrir Íslendinga til þess að kaupa sér þetta. Votta fjármálaeftirlitinu og svo framvegis. Annar samstagsaðili Þorgrímsson. Þetta byggingarvöruverslun sem á meira en 80 ára sögu og býður þér upp á gæðaefni. Ef þú þarft eitthvað að bæta hljóðvistina einhver stöðar, ef þú þarft að bæta rými, gera þau gæðalegri, eitthvað svona flís, skrítin efni, korkur, panelar á veggir, fallegar flísar á gólfið og veggi inn í baðherbergin, einhver falleg og flott rými á vinnustöðum eða heimilum, þá Þorgrímsson þinn staður. Þeir finna það sem þú þarft. Við ætlum að fara yfir viðtal við Dóra DNA. Við tölum alls konar sem að gerast, við tölum pólitíkina, sjálfstæðarflokkin, miðflokkin, Gaza, Ísrael, Úkraínu, við tölum transdæmið þarna núna í ólympíuleikunum, við tölum að því það var einhver einstaklingur sem fólk hélt að væri líffræðilegur karlmaður sem var í boxi við konu og hann, Dóri að segja að þetta sé ekki líffræðilegur karlmaður heldur kona, þannig að hann með upplýsingar um þetta, skilur boxið. Við tölum margt annað, við tölum Höllu T, hún forseti núna, það bókstaflega gerist. Og margt fleira. Við tölum elítur, við tölum völd, tölum hægri mennskuna, tölum samgöngur. Þetta mjög öflugt samtal við Dóra DNA. Gjörðu svo vel. Þegar við viljum þá getum við bara byrjað að spjalla, sko. Já, sko þegar ég skammaður eða svona hirtur fyrir að liggja hátt rómur. Já. Þá hugsa ég daga mína sem sláttumaður á Bakkakotsvelli. Já. Voru nokkuð sumur í lífi drengs. Já. Og þar var peltorinn. Já, einmitt. Rosa heitur, sko. Já. Og núna ætlum ég virkilega að segja eitthvað sem fyrir þína tíð. Það var online útvarpsstöð í gangi. Þar sem hafði rosalega litla eiginleika í raun og veru. Þú gast bara farið inn á Músík 885 og kosið uppáhaldslægið þitt og svo spilaði hann eiginlega bara svona eftir þessari vinsældakostningu, sko. Og það var og það góða var að hún náði við svolítið breiðan hóp en hún spilaði nær eingöngu hiphop og mikið íslensku hiphopi meiri segja þá yfir heilt sumar og ég að fara mjög langt inn í þessu sögu bara til að byrja spjalli alla leið. En ég gleymi því aldrei að hafa verið að fletta á milli í peltónum, milli útastöða og fara þá væntanlega milli X-ins sem var þá með þannig að það var útvarpsstöð inn í útvarp inn í peltónum, sko, já, með svona stöngin upp úr og hljóðeinangrandi, sko, sem var, það var ekki einu sem kallað noise cancelling þá, sko. Og þá var bara hljóðeinangrandi og svo þetta farið hringinn og ég að fara örugglega á milli tvíhöfða og þá detti inn á lindina eða ígildi lindarinnar þá, eitthvað svona kristileg stöð og þar eitthvað maður svona bara í útvarpspredikun
og hann tala óslega hátt og hann segir, fólk segir við mig Maggi, á hverju þarf þetta að biðja svona hátt? Guð er ekki heyrnarlaus. Ég segi, nei, hann er ekki heyrnarlaus, hann er heldur ekki taugaveiklaður. Og þetta hefur fyllt mig síðan og svona elt mig í óskamfélni minni í hvað mér liggur hátt. Ég hélt að þetta tengdist sko peltornum. Nei, peltorinn er bara smáatri hérna inn í þessu öllu og kannski staðsettu tíma og gefið svona aldum inn og reynslu sem sláttumæður á bakvátsvelli, það sem ég lendi meðalans í því að vera að dræfa í baki á mér á 15 metrum sko. Já, hvað þetta sko þarna það var náttúrulega, það er frekar hella, já, við getum södra hérna smá vín sko, ég ætla meira þess að okkur liggur það hátt rómur að við getum lækkað hérna þessu en sko, já, Dóra, það er gaman að koma með hérna borðinu, við erum þarna. Þetta er í fyrsta skipti sem ég kem að borði ritstjórans. Já, það er í fyrsta skipti sem þú kemur hérna ritstjóra borðinu og sko á verðum degi til þess að láta verða því, ég meina við erum að tala um 1. ágúst 2024 og þetta eru umbrota tímar í veröldinni, finnst það ekki? Jú. Þú veist, hvernig skynjar það? Er það að fara í þig eða er það nærðu það að beisla það, skilur? Það er allir gangur að hvort menn sé að ná að beisla þetta eða láta þetta fara með sig, sko, fá í magan. Já, það er mikill ótti á öllum hliðum. Það er allir svo hræddir, það er allir svona, ef þessi kemst til valda, þá er ég hræddur. Já, og það eru náttúrulega 2 stríð í gangi. Já. Eitt mjög nálægt okkur og eitt aðeins lengra frá, eða sko, það eru mörg stríð í gangi, en svona 2 sem við ætlum að fókusera á núna og hérna Þú ert ekkert svona eins og þeir sem er alltaf að vísa í þið glemda stríði Nagorno-Karabakh en ég meina það er alls konar í gangi í heiminum sko. Ég veit það og hérna og þú veist bara Jemen og Súdan og þú veist það og já og þau stríður oft notuð hjá þeim sem hafa orðið fyrir þeirra ógæfi í lífinu að fá áhuga á stríðum út í heimi, skilur, eða mynda sér afstöð í að þetta mynda svolítið físiológist, þetta er svolítið líkamanninu þannig að þú bregst alltaf við hverju frétt fyrir sig og hugsar, þú veist, þetta er rangt, þetta er rétt, þetta er rangt, þetta er rétt, eftir því hvaða lið þú ert svona líkamæðin heilaði hefur valið sko. Og þá er þessi sem einmitt er að býsnast yfir umræðu ákveðin stríð þá eru svona nefnt en hinn stríðin þetta er aðalega þegar einhver svona lætur hérna ætlar að láta sig máli skipta í öðru hvoru stríðinu og þá segja hvað með hinn stríðin og ekki fylgjast með þeim og þetta er beitt sverð í höndum ákveðin aðalega það er erfitt að taka, þú veist þeir sem fylgjast með öllum stríðunum eru náttúrulega hérna smurðir sko, þeir eru blestir nei, hérna án þess að vilja fara eitthvað rosalega náðu ég skal fara náðu út í þetta en ég er til í það sko en ég er að segja sko án þess að fara náðu út í það sem ég segja er svona það hafa líka verið umróta tímar í lífi mínu og meðan þetta er í gangi og hérna svona sem tengist bara hérna kannski einu barni sem ég á og hérna þannig að svona, ég hef ekki alveg leyft mér að leyft mér að setjast niður og bara svona finna veltsmertsið einhvern veginn skríða yfir mig en ég er samt orðin nógu fullorðin til að muna alveg að þetta endurtekur sig skilur hérna á sínu tíma þegar George W. Bush var kosinn það átti það að vera bara við erum að kjósa bara hæn sem forseta hérna, hann er svo vitlaus og rugglaður það átti að vera bara endalók það átti að vera endalók alls og hérna og hans feilar einhvern veginn eins og það var madrætt fyrir mann í fréttunum átti að vera svona eins lágt og kemst einhvern veginn sem forseti en það er svo áhugavert að þá varstu með kannski þú veist það vinstri sem amast út í utanríkisstefnu Bandaríkjanna þá klíndi það allan að utanríkisstefnunni á forsetan svo er hann móðaðist aðeins út eins og bara með Obama og eða eru demokrata forseta síðustu 10-15 ára þá hafa þeir eiginlega verið svolítið svona ónæmir fyrir Clinton alltaf seldi þeir alltaf sko þú veist, mér klúður sem eiga sér stað í Clinton-stjórninni ég veit ekki hvernig mér er búið í svona gáfulega samræður eða okkur ég segi svona liti en þú veist, ég bara þú veist, Júgoslavía, skilurðu og bara svona hvernig þeir fóru ekki inn á réttum tíma þar og hvað þeir dróðu lappirnar þetta er svona rosa ljót utanríkismál sem þeir hafa á samviskunni og þeir drápu mjög mikið og allt þetta, en út á við var þetta alltaf selt sko eins og hérna að Bandaríkin væri þessi bjargvættur einhvern veginn og þessi marskálkur einhvern veginn alþjóðlega og nú kemur einhver sem ætlar að klúðra því og hann fer beint og ræðst inn í Afganistan skilur og á hvaða grundvelli einhvern veginn
og svo þegar Obama kemur þá kemur kannski höggið, það sem ert bara eitthvað oh my god, skiptir einhver máli hverju forseti utanríkisstefnu Bandaríkjanna er bara að þjóna Bandaríkjanum og þá fara menn að láta hann vera sko, hann fær bara að vera hann sjálfur og hérna og svo er einhvern veginn, þú veist, þú ert líka að lenda bara, þú örgla með þú veist, ég reyndar með tricks á X, ég bara follow óksla fáa, bara 40 manns Já, en ég meina það þýðir ekki á hlífið viðneinu þannig Nei, en það þýðir það að X sýnir mér eitthvað sko mismunandi algoritma á hverjum einasta degi því ég er alltaf að reyna að læra hver ég er og stundum er hann mjög vinstri sinnaður, stundum mjög hægri sinnaður og stundum mjög ógíslegur og eitthvað svona en já Ég verið að hugsa þessi áhrif sko, sem þetta getur haft sko, þetta í raun og veru hvernig fyrirtækinu stórfyrirtækinu er löngu búin að fatta sér út úr þessu follower dæmi sko, þú veist, þannig að þótt ég gerir eitthvað efni sem nær mega traksjóni, þá er enginn að followa mig það er enginn að followa, af því að fólk fær mann bara ef að því líst á mann og þetta er mega breyting sko, af því að þú veist, þetta þýðir að sko, persónaðin er viðkvæmari að sama tíma, en samt í andleitna á fleirum þótt sé ekki að biðina beint sko, af því að það er rosa styrkur í 10-15k followers skilur, það er svolítið þú ert mjög marga followers á Twitter Ég var á sínum tíma með 80.000 followera og ég lokaði því og svo opnaði ég ekki aftur og það eittist það er skellur og nú er ég með 2.5 en það er fínt en það er til margs það að þú farið ekki aftur, það er ekki verið að followa með sama hættu og var, en þess að feedið var öðruvísi þá followaður og svo hættur annars þetta byrtist bara hjá þér þetta byrtist, en sko í utanríkisstefnunni, Bandaríkjunum, þú veist og þú veist og síðan kemur Trump og riðlar þessu, þú veist, menn bara verða fárveikir yfir því öllu og þá byrja þeir aftur að kenna honum utanríkisstefnuna, en samt eru ekki ný stríð, ef við getum sagt það að hefjast í hans tíð og svo gerist það eftir og hvort sem það er vegna hans eða vegna Biden eða vegna einhvers allt annars og einhvers dýpra og flóknara skilur, það veitum við ekki, þannig að þetta er svona mér finnst þetta mjög mikil svona sko ég vil, þú veist, í þarna eiginlega kemur álhatturinn á mig, ég er úrslega mikið hana military complex bara, þú veist, þetta er alveg óháð meðan Bandaríkin hagnast á stríði þá verður stríð einhvers staðar í heiminum og bara, þú veist, hey CIA, how many kids did you kill today, skilur hérna en ég meina okkar staða sko, Ísland, við erum mjög fátæk hérna undir lok 19. aldar ekki mikið að gerast þetta, engar útflutningstekjur allt í skít, síðan verður ákveðin veislæðina og þetta hefur verið ákveðin veislæðina 20. öld og 21. í einhverju skilningi í margvísnegu skilningi, þetta hefur verið veisla hverju er það að þakka? Það er þessu skjóli og þessum viðskiptasamböndum að þakka er maður þá ekki bara pragmatískur og segir farið ykkar fram og við ætlum bara að vera hér. Við fengum líka Marshall-aðstoð og beinharða peninga lent í sprengingum bara beinharða peninga og við fengum herstöð og umsvif og allt þetta en ég bara þú veist, þetta er eina sem var alið upp í mér sem ég bara, sama hvað ég lifti mikið og bóksa mikið og er einhvern veginn, þetta er eina sem var alið upp í mér, ég er á móti hernaði, ég er á móti stríðum og ég vil að þau stoppi öll núna strax, bara svona, þú veist, eins og ég sé gömul kona, sko, þú veist, ég er á móti þessu punktur og hérna og mín leið inn í þetta bull hefur náttúrulega eins og margra, þú veist, maður sé bara fólki sem er að deila öllu á netinu og bara alltaf að sýna eitthvað viðbjóð sem er að gerast í Palestínu eða Úkraínu og hérna, ég held að þetta fólk sé í nákvæmlega, þú veist, sömu vegferð og ég, að það finnst eins og það þurfi að rekja sig eitthvað að það þurfa að sjokkrast líka og hérna og svona, þú veist, og þú bara byrjar að skoða þetta og þú bara heyrir fréttir af því að hér eru flóknustu vopn veraldar í spilinu en þetta stríði samt keyrt líka á drónum að henda handsprengjum með fjárstýringum, sko, bara drónum sem getur keyptur út í búð, sko. Já, og sko, þú veist, mín sýn á þetta hefur verið líka svo bara sambærlega þinni í svona ást á friði í einhverju skilningi, en með samt virðingu fyrir þeim hernaði sem átti sér stað fyrir iðnbyltingu. Það er að segja, þú veist, að það er bara þá sem þetta verður í raun og veru svona úr hlutfalli. Þú veist, þetta verður svo ógeðslega, hlutfallin verður svo skökk þegar þú ert komið með annan aðilann sem á þessi vopn og hinn ekki skilur, þá ertu komið hlutfall sem eru bara gera engana hetju og alla að annarkvæmt skúrkum eða bara fórnarlömbum, þú veist. Þannig að þá ertu bara búin að missa töfra bara stríðslistin, skilur, þú veist, það er bara klassíst, en þetta er búin að missa, en ég meina, ég held að ef við værum ennþá bara með sverð
og eitthvað svoleiðis, þá væri þetta gott sko, þú veist, þá væri menn þá væri gaur eins og þú bara góður að skilmast og að búin að drepa nokkra gaura ég veit að maður væri bara, hann byrjaði og eitthvað svona ég er bara búin að drepa nokkra gaura, bara með nokkra undir beltinu sko, ég veit það en svona ég bara segja svona umræðan einhvern veginn að það allir svona hernaðar sérfræðingar einhverjir og og mér finnst þetta bara svo hræðilegt allt og og ég bara þú veist, veit og þú veist, ég held að séu bara svo margir að upplifa svo gríðalegt mátleysi út af þessu og maður verður svo pínu lítill á meðan þetta í gangi og þeir sem hafa risið yfir þetta, ég náttúrulega að fara með okkur inn í innflytjendamálin, sko, bara til að brúa bara taka, ég að smíða brú hérna fyrir því, sko, þú veist, ég bara segja að það hefur náttúrulega fólk hérna sem bara, þú veist, hefur farið út bara til að hjálpa, bara til að reyna að hjálpa ykkur og mér finnst það ótrúlega stort og og mér finnst það gleymast oft þegar við tölum innflytjendamálin að við erum að bjarga fólk í stríði, sko. Það er það versta sem til í heiminn. Já, ég er alveg hjartanlega sammála því og ég held að ég held náttúrulega allir vilji eða flestir vilji bjarga fólki úr stríði og hvað það þau myndu einhvern veginn komast í kynni náið við þessar aðstæður, sko, fatta skilur hvað, það er bara annarkvort þarna á deyja eða hérna og lifa en þú veist, en innflytjendamálin náttúrulega, þú veist, þetta er ákveðin sjónarmið sem eru rétt en síðan er náttúrulega bara margar aðra spurningar í þeirri jöfnu allri, augljóslega. Ég held bara góð pólitík og góð stefna verði til á stefnumóti hugsjónumanna og pragmatista. Og mér finnst við ekki finnst þið það að gerast hjá samfylkingunni eða þú veist, veistu hvað, er það ekki smugan þín? Ég meina þinn flokkur mælist út af þingi. Hvaða flokkur er það aftur? Er þetta ekki Alþýðu bandalagsmaður? Er þetta ekki Vinstri grænir? Alveg rétt ekki endilega. Nei, ég er bara að reyna að staðsetja. Ég flakka á milli og ég er hérna reiksprengjur hérna hef farið víða en nei, ég er að segja sko hernaðarandstaða, það veiga mikið mál að það hefur skrifast þangað inn sögulega séð en kannski til margs hvað sko hernaðarandstaða er erfitt konsept í nútímanum að VG sé ekki inn á þingi og hefur ekki eins og geta að tala fyrir þessum sjónarmiðum sjálft og ég meina ef það hefur ekki verið, þú veist, að því að maður talar í alheimspólitíkinni þá hefur verið, þú veist, einhverju Úkraínu edgerar sem eru svolítið á jaðrinum í því að segja einhverju svona öndverða skoðanir í því og segja eitthvað svona, heyrðu, þetta er ekki svona einfalt og þú veist, eitthvað svona þú veist, það hefur bara valla verið fyrir hendi á Íslandi. Þetta er aldrei svona einfalt. Nei, og þetta er ekki svona einfalt, ég skilja að þetta er ekki svona einfalt en ég er að segja bara þessi umræða þú veist, í Þýskalandi þá ertu bara með flokka sem myndast út af þessu, þarna Sara Wagenknecht og þú veist bara allstæðar í Evrópu þá ertu með einhverjum svona frekar harða flokka sem eru, þú veist, þeim er leiðað hálsum bara fyrir að vera hreinlega hallir undir Rússland en þeir eru raun og veru bara bjóð upp á þetta alternatífa sjónarmið að orsakir þessara styrjalda sé ekki svona einfaldar og svo framvegis en þessa hefur bara ekki gætt í íslensku stjórnmálum og það væri, þú veist, það hefði verið þarna sem Vinstri græni hefði getað markað sér stöðu gæti ég séð fyrir mér að vera alvöru alternatív, þú vil ekki senda vopn og svo framvegis. Þú hefur töluvert meiri svona grímulausan stuðning við Ísrael í íslensku stjórnmálum en þú hefur grímulausan stuðning við Rússland, sko. Já, nei, ég myndi segja að það sé engin grímulaus stuðningur við Rússland. Mann er alltaf að fá Erpl að tala um þetta, sko. Já, hann darar örugglega við það, sko, og eða þú veist, það er það sem er túlkað sem grímulaus stuðningur. Ég raun og veru bara að hreyfa við andmælu við einhverju af dótturinu, skilur, ég myndi segja það en skilur, eins og ég sé þetta þá ég hugsa alltaf bara eins og mér finnst að við ættum að hugsa um stríð talandi um pragmatisma, mér finnst að við ættum að hugsa um stríð út frá okkar hagsmunum, bara hvernig snertir þetta okkur, saman hvernig niðurstaðan ef hún er hagfelld fyrir okkur þá bara, þú veist, við þurfum bara og svo eru jaðar til eitthvað sem þetta verður of fucked up og þá getur alveg sagt eitthvað, heyrðu ekki svona, skilur. En svo er líka bara gaman að því að maður er nógu vitlaus til þess að bara að stíga eins aftur og þú veist, að horfa á heildarmyndina og og þú veist, og ég veit ekki um þig en svona ár fyrir stríðið í Úkraínu þá hélt ég að það myndi ekki brjótast út stríð aftur í Evrópu. Nei,
bara að það væri ekki á dagskrá og það sko að mörguleiti eins og ég segi, þú veist, á undan því var bara Júgóslavía og svo var það bara ekki neitt ekki neitt allavega svona þú veist, alvöru ekki bara landhernaður, skilur við en það er það sem, þú veist, við vorum að tala þessa tíma, það er þessi svarti svanur okkar tíma, það eru hlutur að gera sem menn voru bara búin að reikna sig að því að þyrfti ekki gerast framar, skilur já, það gerir stríð og svo kemur eitthvað svona rosalega, verð ég að segja einlægt rise of masculinity og þetta var náttúrulega brandað að einhverju leiti en meina þú varst að sjá bara Klitschko og þessa gaura einhvern veginn bara labbandi með byssura Kýv og þú varst bara, þeir eru gaurar sem eru bara, þú veist, þeir eru bara búin að vopnast þeir eru bara í sprengjubyrgi núna og þú veist að heyra sögur íþróttamenn sem væru bara bara komnir til Úkraínu til að berjast og öll töl var bara hvers konar eldflögar ætti að senda Úkraínumönnum til að sprengja Rússana menn eru bara með desktopmyndir af eldflögum núna sko algjörlega og vita bara þú veist hvað þetta þýðir að fá þetta yfir sig sko. og ég meiri þess að og maður þekki meiri þess að menn sem eru sérstaklega einmitt sem eru svona bandaríkja sinnaðir og eru svona almennt bara fyrir the rules-based order þú veist, þeir fundu til sem vilja fara að berjast í þessu stríði, skilur, bara eins og við fengum í gamla daga sko. En svo kemur náttúrulega eitthvað, þú veist, þessi rosalega sérstaka útgáfa af kallmennsku sem svona kannski fylgir Andrew Tate en ég segi bara Andrew Tate að því hann kannski toppurinn á ísjakanum í svona einhverju ákveðni áhrifavaldamennsku sem svona þú veist, ekki verið í dagvinnu ekki vinna fyrir eitthvað bara græða pening þessi bylgja hefur yfir þessi er ennþá að skella hún er ennþá að skella hefur haft mikil áhrif á mig hún hefur haft mikil áhrif á ykkur bræðum það er alveg hljóst ég einhvern veginn er svona hef verið áhorandi í þessu hafandi verið sko svona í kröppum dansi við masculinity allt mitt líf sko, þetta er stór og flókin spurning já, og svona og verið hallur undir ýmsa vitleysu í gegnum tíðina sko. En hérna er komið eitthvað sem er eiginlega bara færi skálda að greina samt, sko, því að en sko, en vilt þú veist, hefur þú tilhengu til þess að segja að þetta sé allt heimskulegt bull eða þú veist, er það impúlsiðin eða? Nei, ég segja ekki, ég þú veist, allt gengur í hringi sko, og nú erum við bara hér og þetta er útgáfuna þessi sem við erum að fá núna og hún er stórmerkileg því að hún er ekkert alltaf að fara að glæsileg birtingamyndirnar er ekki kannski, þær þurfa að slípast ruggluð, skilur, að því þú veist sko, mér finnst Andrew Tate Vindur, mér finnst Tristan Tate bróðurnas vera eiginlega finnari I have an odd shape já, en sko, þeir bræður sko, og ég er ekki djúpur í þeim en Andrew Tate er samt ekki allir það sem hann er síður, þar að segja sko, þú veist, hann er portræðaður í miðlunum sem einhver svona eitthvað bla bla bla, kann hatari og svo framvegis og vafalaust allt rétt sko, en sér er myndbönd á honum þar sem hann tala bara mjög vitsamlega ákveðin málefni góður skák sem er svona já, og bara, þú veist, þarna þú veist, ég horfði eitthvað myndband daginn þar sem maður var að greina, þú veist, bara umhverfi fólks eins og mín sem eru, þú veist hvað heitir þetta, skilur, áhrifavaldur eða fjölmiðlamaður og hvernig þú færð skilur, hvernig þú tryggir þína hagsmuni, hvernig er samt verið að reyna að kaupa þig, hvernig er alltaf verið að taka yfir þetta fólk, hvernig þetta er allt astrótörfaði helviti, skilur og hann var bara að tala hann var bara með mjög góða greining á einhver svona dóti, sko. En hann er bara þú veist, upp á gamla íslensku hann er svona klámkongur já, hann byrjar í klámi, sko hann byrjar í klámi það er gott orð, sko klámkongur, og það er mjög skýrt að það er sem hann er, sko og að það er nefnilega, það er einhvern veginn svona mjúk versjón af því að vera melludólgur einhvern veginn, svolítið og en þetta eru ævintýri í síðkapitalismanum líka, þetta er samfélag sem veit ekki hvað það vill. Nei, og sko, ég held náttúrulega líka, ég er sammála því og þar finnst mér mikilvægt að leggja áherslu á að sko samfélagslegir straumar og hugmyndafræðilegir straumar eru í mjög náinni tengingu alltaf við sko undirliggjandi efnahagslegu sjónarmið, skilurðu? Þú veist, hagkerfið, þar að segja hugmyndastraumandar er ekki tilviljunarkenndi gagnvart hagkerfinu og þróunni þar, þú veist. Þegar við fáum bara feminisma sem skilur fjöldahreyfingu, þá er það hugmyndafræðilegt svar bara við breyttum aðstæðum og getur, þú veist, tekið aðstæðunar, glorifæja aðstæðunar, skilur, að konur séu byrja að vinna líka, skilur,
og svo vindur það upp á sig, skilur og það er bara ein útgáfa á því að líta á það og svo er líka bara rétt að það er frelsishreyfing af því að konur raunverulega fá frelsi til þess að ákveða grundvallarþætti í lífi sínu, það er að segja, þetta er alltaf svar við því sem er í gangi sko, og breyttum efnaðslegum aðstæðum og núna er þetta það líka sko. Antitesa og syntesa og núna er þessi þú veist, þetta er og ef þú talar þessa karlmennsku sem er í nútímanum það sem að menn eru hvattir til þess að vera ekki í vinnu, heldur að vinna fyrir sjálfs og svo framvegis, þá er þetta einmitt, þú veist, þetta er og ég hef talað jaðarsetningu karlmannsins í þessu samhengi, af því að hann er náttúrulega jaðarsettur í þessu, af því að hann þarf, þú veist, á hans herðum hvílir bæði, skilurðu, þessi framfærslu skylda, gagnvart fjölskyldunni, þar að segja sögulega séð, menningarlega séð, bara svona físiológískt, það er þessi tónn að það væri æskilegt ef þú getur séð fyrir fjölskyldunni, en hann má ekki í raun og veru lifa þann veruleika alla leið, heldur þar hann að gæta þess að búa til einhver eðlileg mörk þar, skilur, gagnvart konunni sínu og svo framvegis, þannig að þú veist, hann er í ákveðinni klemmu þarna, vegna þess að hann getur ekki séð fyrir fjölskyldunni sinni með tekinum sem hann er með, sko, kalldýrið. Þannig að þú ert að segja að bara svona the social construct núna er byggt til þess að láta karlmanninn finna eins og hann sé lítill. Ég veit það ekki, getur það verið? Ég er alls ekkert samfærið sko og ég er í raun og ekkert að malda í móin en ég velti fyrir mér einmitt af hverju þetta svar kemur frá karlmönnunum, það sem ég segja, þú veist, og fara alveg gegn, skilur, eins og þú ert að tala. Ég held líka að það sem þú ert að tala hérna, þú veist, hagkerfið ég held að það sé líka bara, þú veist, er markaður fyrir þessu, þú veist, eru kallmenn núna sem finnst þið vera litlir og þú veist, ég man að vinur minn sá Jordan Peterson í Kanada áður en að hann svona var mjög þekktur á Íslandi og hérna í háskólanum þar og hann hugsaði að þetta er mjög áhugaverður fyrirlestur í þessum manni, mjög áhugaverður, og svo fór hann á klóstið og hann sá eitthvað gaura sem hefur verið á fyrirlesturum og hann er bara eitthvað, ég veit ekki hvað þessi gaura var að hlusta á en þetta hefur bersýnilega slæm áhrif á það og hérna, og ég skil alveg þá hugmynd sko að sumt fólk megi ekki valdefla of mikið sko. Nei, bara ég er alveg til í það sko, ég er alveg sammála því sko, en skilur, en það eru, þú veist, það eru jaðartilvíkina og ég held að almennt þá sé eitthvað í hugmyndafræðinni og eitthvað í andanum og bara svona anda okkar tíma, andlegu ástandi okkar tíma þá sé eitthvað sem er að draga úr fólki, það er eitthvað sem er að koma í veg fyrir að það fari og verði það sem það vill og á að vera og ég held að það sé svona svolítið djúpt ég þekki mig sjálfan, ég þekki aðra kallmenn þú veist, ég þekki konur af því margir sem þetta þekkja konur Gamli! En að, þú veist það er eitthvað í andlega ástandinu sem er að halda aftur á fólki og þú veist hvað það er, ég veit það ekki en það er eitthvað sem fólk sem er að halda aftur á fólki og mér finnst það kannski líka megin punkturinn í því sem ég er búin að segja er bara, þú veist þorðu bara að vera, þú veist, allt sem þú getur verið skilur einhverju skil ekki. Ég held að við sem að fara að hlusta of mikið á annað fólk og heyra of mikið af skoðunum og viðra of mikið af eigin skoðunum og í fuglabjarginu þá er erfitt að láta hendur standa fram á ermum sko. og ég held að þáttaka fólks í svona þú veist, það er að segja bergmálshellir eitthvað svona, það sem allir eru sammálaðir en bara í þessum litlum kimum þessum litlu hellum, hvort sem að bergmálar í þeim ekki, sem þau hafa á netinu sem er þeirra online tilvera ég held að það sé bara orðið of plássfrekt í lífinu í daglegu lífi fólks eða við erum bara færast hægt og bítandi inn á stafrænt form með tilveru okkar skilur, og það getur bara ég er ekki nú klár til að tala um það en ég er að segja þú veist að þú getur ekki verið á tveimur stöðum samtímis og hérna Nei, það er rétt og fólk er rosalega mikið eitthvað staðar á netinu Já, nei, og ég held að ég sammálaði það að þetta er raun og veru opin spurning það hvernig internetnótkurinn þróast gagnvart því sko, bara hvernig hópa skipan verður háttað í samfélaginu ertu í hópi með þeim sem þú ert að chilla með á netinu eða ertu til dæmis í hluta þjóð skilur, bara það sko. Ég er bara að reyna á nýja ári að draga minna í dilka að reyna að segja minna þau og þeir og þessir og svona að því að hérna ég erindar getur þeim mannkosti að hafa svona yfirleitt áhuga á fólki sko. Já, en hvernig tikkar grunnurinn í þér þar að segja gagnvart til dæmis X, þú veist, ég veit að þú lest helvitið og fylgist með þú veist, þarna hver er impúlsinn gagnvart
hvort tikkar hjarta þetta einmitt eins og núna Trump eða Biden megin eða hvort það, woke eða anti-woke megin hvað færði til að vera sammála nærðu að fara yfir þetta eða eftir einhverja grunntón ég reyni að vera í mannelskandi liðinu og aðalega bara reyna að fá ekki fólk upp á móti mér af því að ég ennþá bara að spila pop game með feril minn og svona hérna og það verður fórsett eftir 8 ár nei, ég er tókan ég hef sagt, sko já, þú ert í popgameinu, það er ég er í popgameinu og ég hef viðrað skoðanir mínar á netinu á ýmsum hlutum og verið í ritdeilum við, bara eitthvað lækna og eitthvað og svona dót og ég hef aldrei grætt neitt á því skilur og svona og og sérstaklega eftir ég skrifaði skáldsögu þá var ég bara eitthvað, já, vá það er líka styrkleiki að halda efasendum sínum og spurningum að sér og vinna úr þeim hérna það er alveg bara það hjálpar mér líka hann að ég er farin að passa mig að gaspra ekki of mikið en ég segi alltaf eitthvað sem fyrir töðunar og einhverjum Úkraínar er búin að tapa stríðin og Twitter og er allir brjálæður og rífast eitthvað fólk einhverja konu sem er líka maður en er ekki trans og er boksari ég dett alveg inn í suma deilur en þessi diskurs sem þú ert að lýsa mér finnst hann ekki lýsandi fyrir Íslands samfélag mér finnst það sem ég sé á Twitter vera en ég held að við séum svona að fara þarna sko ég held að þetta sé kurvan frekar en hvar sérðu sko ég sé borgarastyrjöldin í Bandaríkjunum ég sé hvaða hópar eru í stríði ég sé hver eru mismunandi hérna en það eru svo rosalega sameiginlegir hagsmunir hérna að ok, ég ætla að segja þræðilegt eitt hryðjuverk, já full on bara rostur í miðbænum milli stríðandi fylkinga ég sé það ekki ennþá sko. Og mér finnst aðalega á fólk á X finnst mér þetta vera bara gamla góða kersknin bara þetta fólk að stöða hvort annað rosalega og samkvæmisleikurinn er sá og þú opnar netið þetta mótnana og þú kemur með teikið og það er búið að steypa þér alveg í vógrunnin og það er gaman þar og eða það er búið að steypa þér í pragmatista nasistana og það er mjög gaman þar það er alltaf gaman í hærimönnum og svona og sem grínisti þá viltu helst ekkit vera báðum megin og ég meina ég horfði alveg á þegar húmor var afhentur ófyndnu fólki í nokkur ár og á Twitter bara allstað einhvern veginn og mér finnst það ennþá í höndunum á þeim að mörguleiti sko. mér finnst það ekki, mér finnst það bóið sko og fyrir mér og núna stöðu í potti eins og það Hannah Gadsby og hún og bara inserti kommentin bara hvað hún er miklu betri uppstandar en ég sástu það? Nei mér fannst það að vera svona andhúmor það er svona hún er svona eiginlega intersex eða svona frá Ástralíu ég kannast við fígúruna en ég hef ekki séð nei, ég bara sopnaði tvisar yfir þessu og svo spólaði ég gegnum þetta og bara en ég meina það er eftir inn í svona kannski meira ég segi ekki nýs en það er eftir svona inn í comedy skilur og þú veist ég veit ekki hversu mikið comedy sem grein er að ná máli til almennra Íslendinga, jú, það er hort á uppistöndin erlendu og hvað meinar maður, horfðu á hverju eru fluttir inn hérna og þú veist, og allt í næstu bara með Bert Kreischer eða Tom Segura sem er að gigga hérna, eða Bill Burr eða whatever og þú eru bara allir að horfa á YouTube og hlusta á Joe Rogan og Joe Rogan er alltaf miðlæg fígúra í þessu og ef maður hugsar það á Íslandi, þá finnst mér þú veist, það hlusta margir bara beint á Joe Rogan sko, en ég meina nú er hann alltaf með sína grínista og þú veist, mér finnst þetta frekar vera í hnignun en einhverjum rennassans, einhverjum augljósum rennassans ekki, og kannski ekki eins og samanlega að hafa þurft rennassans ég er búin að vera hreinn frá Joe Rogan í smá tíma sko. en sko nei ég nenni heldur ekki að hlusta á Joe Rogan sko, hans vegna heldur en ég hlusta á Matt and Jane bara leiðum hann kemur inn á föstum sko. og Tim Dillon í kongur og eitthvað svona mikið af álitlegu grín í gangi núna sko. og
en aðalega finnst mér bara svona eins og það séu allir on the hunt again að reyna að gera einhverja, þú veist, umdelta bíómynd, gamamynd sem einhvern veginn alveg, þú veist, gengur fram að fólki og það væri renaissansin sem ég er að tala já, þú veist, ég get sagt að fólk komið blóð tennurnar aftur og ég finn það og málega, mér fannst ekkit að því að afhenda ófinnum fólki keflið í smá tíma, þú veist, að því ég áttaði mig bara á því að svona er þetta og bara einhver er hann og er bestu núna og sem feitur maður þá bara ég fengi að fylgjast með vinsældakostningum svo ótrúlega mikið á þess að fá að taka þátt í þeim að ég skil hið sko lýðræði hins daglega lífs og þjóðfélagsins einhvern veginn eða tel mig skilja það en ég meina, þú veist, við erum að tala um líka, þú veist, Ísland og hvernig Ísland kemur út í þessu og hvernig umræðan hér og þetta náttúrulega lítið land og þú ert að tala um að Twitter í raun og svona ákveðin samkvæmsleikur og þetta hafa ekki svona mikla skýrskotun inn í líf fólks og þú hefur náttúrulega líka áhugaverða hagsmuni í þessu sem er að halda þér meira meina báðum megin við grindverkið, eða þú veist ekki báðum megin, heldur hvorum megin. Ég fæ like frá gaurum sem ég hef séð posta stöffi sem ég er bara geðbilað maður bara geðbilað maður myndi gera þetta og umræðan hefur það opnast þar mjög harkalega fæ like frá fólki sem posta hlutum sem ég er bara eitthvað það má ekki tala, þú veist maður má ekki láta svona sko. Nei, og sko, en já, þetta er bara áhugavert sport að þurfa að vera báða megin, sko, því að mér hefur fundist mér vera bara ítt meira og meira inn í sko, ég get alveg greint það fyrir þig, skilur, þú stegst inn í sko, þú áttaðir ekki á því þú veist, að þín ætlun í fjölmiðlum hún er mjög óljós samt, sko, það er vandamálið örugglega, sko. Nei, minna, þú ætlaðir allavega að make a name for yourself og ætlaðir að reyna að tala eitthvað svona á tandurhreitni íslensku og svona líka, þú veist, hver er þú veist, eitt vinsælasti grínist í þjóðurinnar er Hjörvar Hafliðason, skilur þú veist, hérna, og hann er aldrei talin með þeim, minna, hlusta á Dr. Fútbol, þú veist, Hjöppi er ógeðslega fyndin í þessu, hann er einn af þeim stóru, sko, og hann er cutting, þú veist, hann er alltaf að segja eitthvað sem, alveg hérna og svona, og þetta er alveg bara sonu minn, 13 ára, hlusta á einhvern veginn, hann er ég hef ekki þú veist, ég myndi að hvað væri leiðilt eða væri allir eins og Hjörvar Hafliðason við værum bara djúlir, þú veist, húmor væri ekkert enda á góðum stað þá. En hann fær alveg frían passa, eða þú veist, það er magnað að hann er, þú veist, hann er alveg normaliseraður, þannig séð, veistu hvað við miðað við, þú veist, að hann er hatt hægri, skilur, þú veist, í grunninn hann var allir vinstri grænum og allir almennilegir verstu hægrimenninni voru vinstrimenn og það er bara einhver fyrir, skilur en já, nein, það er alveg það er sérstakt rannsóknarefni hvernig hann heldur lífið í þessu og það er ég bara vann með Hjörvar Hafliðasinni á dagblæðinu og hann ætlaði að rífast í Pál Baldvin en það er eins og hann Erpur segir, sko, ef maður er brosandi og hlægjandi með maður að segja þetta og er leikandi léttur hali hvernig sem hann orða það, sko, þá er maður í raun og veru öruggur, sko, og bara hérna, þú veist, og sleppa offorsi það er kannski það, en sko málið er samt, engu að síður að þú veist, við erum með stjórnmálaástand þar sem allir orðnir mega óánægðir með hlutin eins þeir eru og sumir eru óánægðir í þátt að þeir vilja bara Sigmund Davíð og þing inn í forsætisráðuneytið og það er mjög snörp breyting hjá fullt af eðlu fólki sem ég þekki á mjög fáum árum þegar hann var face of evil í nokkur ár. Þannig að þau stjórnmál hafa breyst. Á sama tíma erum við Höllu T. Hún fer núna og verður forseti og segir, sko, og Guðni líka og þau eru alltaf með svona þessar óljósu pillur sem ég finnst einhvern veginn alltaf að séu, þú veist, að þeim séu alltaf stemt að, til dæmis miðflokknum, þú veist, það er eitthvað svona sífellt fleiri hillast af einföldum lausnum við flóknum vandamálum, þú veist, það er offramboð af þeim sem þykjast hafa öll svörin, þetta er svona á þessa leið talaði Halla T. forseti vor í dag og þetta er pólitísk yfirlýsing og þetta er svona gegn þessu sem er kallað, þú veist, öfgahæri en er samt ekki, þú veist, er í raun og veru bara það sem sjálfstæðarflokkurinn hefði verið fyrir kannski 20 árum í öllum meginatriðum. Það er ekki það að gera lítið úr því að hérna eru að verða ákveðnar fleka hreyfingar í stjórnmálunum. En er þetta ekki bara með aukinni dýrtíð? Jú, líka það. Þú veist, með aukinni dýrtíð þá ertu bara ósáttara við þau stjórn sem eru, ég meina, ég man ekki eftir, sko, þú veist, ég upplýði mig fyrst fullorðin þegar ég bara hugsa
útgangin á þessari ríkisstjórn og hvað hún mikið glans og elítu bragur yfir þessu og það eitthvað fucking ráðuneyti sem heitir Queen og þú veist, og áfram Áslaug Arna og allt þetta gengi, þú veist, bara love you guys, en ég hef aldrei, þú veist, mér finnst það eins og þau séu eitthvað svona varstu búin að sjá hvernig nýja stjórnin í Vestló mér finnst þetta þannig bragur yfir þessu þegar ég, sko það ríkisstjórnin sem ég bara ólst upp þetta bara svona Halldór Ásgrímsson þetta nast í sveitamenn einmitt og hérna og svona og það voru ekki alveg svona skæslegar hugmyndir en þú veist, ég held að grunar þig ekki smá að Excel-skjalið sem Ísland sé hætt að ganga upp og þetta sé eitthvað leyndamál sem enginn megi vita en það sé allir að eitthvað svona það væri hellað mér líður þess að þetta sé svona að við séum í startup fyrirtæki það sem ríkisstjórnin bara, það allt í góðu við þetta peningi þetta og hjálpa þessum og allt og það sé síðan bara eitthvað gæs hérna, við þurfum að tala með International Monetary Fund mér finnst þetta mjög áhugaverð pæling sko framleiðni hætti að aukast innan fyrir nokkrum árum veist, það staðnaði það svona mælikvarðin það sem er hagkerfið að verða þróara það hætti hún, ég vissi það ekki framleiðinni bara fyrir 3-4 árum þá hefur hún bara annarkvort farið niður að, og það bara í raun og veru hvað við náum að framleiða með hverju unnu handtaki skilur. Og þú veist, ef það ekki að vera meira þá ekki að vera þróara hagkerfi þannig að við höfum bara flutt inn hagvöxtinn með því að vera bara að fá gett mikið af fólki og ferðamönnum og það hefur haldið okkur á floti í raun og veru en restin af þessu í raun og veru, þú veist við erum búin að fá veisluna sem var bara, þú veist, orkuskiptin, orkuveitan, allt það aðdæmi, við erum búin að fá veisluna sem var að gera sjávarútveginn arðbæran með kvótakerfinu og svo framvegis og búin að fá alls konar aðra efnahagslega veislu, þú veist, og ef það er ekki neinn að bætast við, þá bara, þú veist, þá erum við bara komin í eitthvað plató. Ég veit það, svo leiðum við leiðum við því að eyðileggja túrismann á Íslandi líka, og það er alveg vel að koma í ljós núna. Já, það var bara Já, að hættu bara dýrasti leikmaður landsliðsins, sko, hérna, fucking víðir maður. Já, og sko, þú veist, og það er að mörguleiti eitthvað sem þú veist ekki hvað fyrir þú hefur mistað hvað áttir, þú veist, túrisminn, að það er, þarna, eins og það eru ákveðnar... En gerist ekki alltaf krónan fellur og þeir koma aftur og... Jú, það getur verið, sko, og svo eru alls konar önnur úrlausnarefni sem fylgja túrismannum og þú veist, það er eitthvað sem ég allan hafði ágjur af, en ég er svona orðið miklu rólegri gagnvart því, þú veist, bara að sé bara ógeðslega mikið af innflytjendum, ógeðslega hratt, þú veist, það er svona mögulega ekkert eitthvað geðið sniðut að hafa þannig og þú veist, það er margt í því. Það er margt í þessu, ég segi það ekki, sko, en nei, sko, það er svo dýrt hérna. Já. Það er svo dýrt hérna. En ég meina, þarf ekki að taka boymað. Boymað er, þú veist, þetta er það dýrt að ég verða að verða ríkari. Þú veist, er ekki allir bara, þú veist, girlmað er, skilur þú veist, þannig að ég fekk 100 skall fyrir þetta verkefni, þannig að ég á 100 skall fyrir þessu, skilur boymað þið væri þá þurfa að verða ríkari, sko. Það er klísan. Sko, ekkert endilega. Fyrir mig að verða ríkari, því bara ég, þú veist, þurfa að skemmta meira og svona, og ég nýkom frá Spáni, ég var í mánuð á Spáni með fjölskyldu mína. Það er alveg vel í látið, fallegt. Já, við sem sagt viljum rosalega mikið flytja erlendis og búa erlendis, en sögum bara flókis fjölskylduminsturs og vandamála, þá eigum við bátt með það. Þannig að það sem við gerum í staðinn er að við eiginlega bara leggjum fyrir allt árið til þess að geta verið mánuð ekstra erlendis og sýnt börnunum okkar, þú veist, Kastala Frans Ferdinand og í Tékklandi og sýnt niður Æsbach ána í München og sýnt þeim bara hvernig fólk lifir í Evrópu. München, er það ekki næs? München er dröllu næs og ég hlusti ekki á neitt annað. Þetta er alltaf bændaborg en hún er gullfalleg og að fara þarna niður Æsbach. Já. Ég er að kreifa þetta, sko, þú ert að segja þetta. Já, bara, þú veist, þetta er bara á sem fer í jökulá sem dundrast þarna niður og þeir ferðast 5 kilometra þarna. Setja jakkafötin í poka, hoppa, dælast þarna niður. Já. Og þetta er svo gaman. Þetta er bara commute. Og þetta fer hratt, sko. Já. Og þú, hérna, hún er djúp já, þannig að þið ferðist og sársauki minn í lífinu er að ég á mér ástkonu sem er þessi evrópska borgarmenning og hvernig hún vinnur með sveitamenningunni einhvern veginn. Ég elska að sjá þessa spænsku smábæi eða stórborgir, við upplifum bæði hérna hvernig þeir lifna við, þú veist, eftir 9 á kvöldin og börnin kom út að leika þegar búið að vera svo heitt og hérna og einhvern veginn og það er stemning og fólk vil vera saman og það vill ekkit endilega, þú veist, það borðar ekki pizzu heima á sér, það fer niður á litla barinn og borða vondu pizzunar af því þar er einhver annar
ég upplifði þetta mjög á Spáni að, þú veist, gamli, þetta snýst ekki pizzuna. Ég veit það, þetta snýst að vera hérna með þessu fólki. Og ég var eitthvað svona, en hvað á pizzum? Það er ekki að þroska eftir þetta snýst ekki hana, sko. Þetta bara snýst mát og drikk og fólk. Já, og bara þú færðir ekki kaffi á þessum tíma dags. Punktur. Bara þessi tíma dags, bara þú veist, 2:00 á laugardegi á Spáni, þá færðir ekki kaffi. Ég var á franskan veitingastað með vinkonum mín hérna og manninu minnar og hún sagði, gæti ég fín kaffi? Hann sagði, nei, það var bara kaffi eftir matinn sem velur fólk. Þetta er bara kategóría sem við erum ekki með núna. Og mér langar þú veist, mér langar að grínast minna og skrifa meira og lifa aðeins rólegra lífi og eyða meiri tíma með börnunum mínum og svona og ég þarf ekki þennan luxus, það er náttúrulega í mér fól sem rappari, þú veist, þannig að það alveg fucking gullkæði hérna, skilur og hérna þú ert svolítið flashy og ég svona, mér skamar að keyra fallega bíla og svona. En ég held að afiðin hafi sagt, sko, þekkir ekki mann fyrir hún þekkir sveitamannin í honum, sko. Ég veit það. Það er svolítið gott, sko. En sveitamaðurinn vill ekkert verið svona. Sveitamaðurinn er sveitamaður, hann er í stígvélum og hann er að lifehacka, það var held ég það sem hann var að tala sko. Sveitamaðurinn lifehackar, hann er með eitthvað svona einhver ráð í búskapnum og hann er búin að finna út úr einhverju tilveru og búin að haxa leikinn. Þannig að það hvað er dýrt hérna er alltaf að gera mig fráhverfari landi og þjóð af því þetta bara helst illa við veðutíðina og ég hugsa alveg mikið það sko, þú veist þessar aðstæður, skilur við, þetta að það sé valla líft hérna kulda í mjög marga mánuða ári og allt umhverfið sem við höfum búið okkur þú veist, er þetta að hafa veruleg áhrif á það hvernig við erum sem þjóð ennþá, þú veist, með hvað við erum í raun og veru háþróu tæknilega að, þú veist, kuldin er ekkert alveg vandamál, en hvað er það, þú veist, og ímyndaður og getur farið út á hverjandi allt árið og bara á stutturum ból, bara ferskur, skilur við. Hvað ertu með gömul börn? Sko ég er með 14 mánuða og 6 ára. Já, með 6 ára þá ertu bara, þú sérstaklega yfir sumatíman. Já. Þú ert bara, þið langt svo að sé að fara út að leika en þú getur alveg satt farið í raskat sko. Já, það er svo oft bara rigning og rók úti. Og það er eins og að domestikera hund og geima hann í einu herbergi sko. Gagnvart barninu sko. Já, og maður er einhvern veginn svona hvað get ég búið upp á hérna og aftur fer maður að líða eins og maður sé lítill maður af því maður er bara að bregðast börnunum sínum í beinni útsendingu í sumafrínu á meðan, þú veist menn eru bara, við erum í þessari stöðu mynd núna og það eru margir að hlusta sem eru líklega í þessari stöðu, búin að vera núna sumarfrísmánuðina og ég laun að vera að lenda í árekstri við raunveruleikan sem eru bara börnin, skilur sem er einmitt og hlutar skólakerfisins, hvað er það? Það rennur auðvitað upp fyrir manni, það er auðvitað sko 10% menntun, 90% bara geymslustæður þú veist, það er staðan. Já, 90% þorp, skilur við hérna. Nei, og ég er ekkert að segja þetta af grimmd eða vandlætingu, þú veist, ég er bara þú veist fullt af þessu bandarskeli er bara eitthvað, ertu með börnin í skólakerfinu, skilur, ertu fokkin geðveikur, þú veist. Það er bara hugsunarhátturinn hjá mörgum sko. Þetta er mjög, við búum við mjög sko, og prófum með að hugsa þessi fátæktina sem við glýmum við köllum það, þetta er ekki mitt fátækt, þetta eru úrlausnarefni sem blasa við. Gæti verið að þetta sé allt ríkisvaldurinn að kenna, gæti verið að sósíalismi sé ekki leiðin, gæti verið að það sé verið að stela að þér út peningunum og eyða því óþarfa, gæti verið að það sé það sem er búið í gangi allan tíman. Gæti verið að ég held að laumana á sósíalismi sé ekki málið, ég meina við lifum ekki í sósíalsku ríki og þú veist sko, nefnilega velferð er líka fallegt orð sem hægt er að nota. En það, er ekki búið að taka það og misþyrma dæminu, er ekki, þú veist ég er bara að fleia þessum spurningum inn, ég fíla alveg velferð líka. Veistu hvað? Rétt eins og ég fíla mannréttindi og jafnrétti, nei, ég reyndir ekki jafnrétti, en hvað velferð, sósíalismi, ræðum þetta ég held að stærsti galli Íslands sé smákóngarlýðveldið sem hérna, smákóngakerfið sem er hérna í stjórnkerfinu þá? Í stjórnkerfinu sem er auðvitað bara því að okkur eru svona mörg bæjarfélag á Íslandi að því það eru smákóngarnir, skilur þú veist, nei, við skulum ekki vera hluta þessu konungsríki, við getum verið kóngar hérna sjálfir. Það er óhagkvæmt fyrir þá fólki í landinu. Það er svo óhagkvæmt að það er einhver að benda á það á hverju einasta ári og ég meina á einhverjum tímamóti þá því miður þurfum að fara með jarðvítu og bara moka saman nokkrum plássum. Ímyndaður og væri bara með, þú veist,
alvöru 70.000 manna stað á Norðurlandi, þú veist. Við gerum hlið á mál okkar til að velta fyrir okkur íslensku atvinnulífi. Þar eru fyrirtæki á borði Happy Hydrate. Happy Hydrate er bókstaflega íslenskt dæmi sem Lil Curly bjó til. Happy Hydrate, vara sem tryggir að þú fáir steinefnin þín, vítamínin þín og draslið þitt til þess að verða ekki fyrir vökva skorti. Það er það sem Happy Hydrate gerir og það er gott og það er ferskt í klaka með vatni. Happy Hydrate, ég er að drekka þetta og ég finn mun ef maður er í sánu, ef maður er í gymminu. Happy Hydrate, íslensk frumkvöðlastarfsemi plus holt og gott fyrir lífið þitt. Að lokum, Reykjavík Photo er súverslun súverslun sem þú ættir að leita til ef þú vilt ódýrt einfalt dæmi til þess að búa til hluti í stúdíógæðum. Við erum að lifa byltingatíma, þeir eru aðeins rétt að byrja og Reykjavík Photo verður miðstöðin fyrir græjur fyrir þetta, þannig að byrjaði verslaðar, komdu í viðskiptasamband, fáðu ódýrar bestu græðurnar hjá kóngunum í Reykjavík Photo. Og svo smá tilkynning. Með Toyota Relax getur þú framlengt ábyrgðina á bílnum þínum upp í 10 ár. Toyota, engin vandamál, bara lausnir. Var 30-40 manna byggð fyrir vestan einhvern veginn, kilur, í samkeppni við höfuborgina. Veist, og þannig er þetta að tala um að afmá öll einkenni Íslands eins og það er, sko. Og heldurðu að stjórnsýslu einingarna, hvernig þeim er skipa, heldurðu að gæti sérst haft verulega þýðingu fyrir þú veist, daglegt líf, þú veist. Það er að segja að þetta sé ekki bara tilraunarkennt, þú veist, ef við værum þetta öðruvísi, þá væri lífið öðruvísi. Ég held að... Þá myndi fólk hegða sér öðruvísi. Já, auðvitað. Tilverðin hérna, segjum sem bara að svona einn basic hlutur, segjum bara að atkvæði Reykjavík myndi vega jafn mikið og atkvæði utan á landi. Já. Sem þýðir það að það væru töluvert meiri þingmenn og valdhafar. Er þetta að sinnum 1,5 með eitthvað? Þetta er eitthvað svona alveg hrikalegt. Sko. Ég ætla ekki að fullura töluna. En það er allavega einhver stofnun í Evrópu sem er konstantli að segja bara hey guys, þetta gengur ekki. Já, Árni Páll Árnason er bara með tárin í augunum yfir þessu. Og hérna og það er meiri sem að færa rök fyrir því, þú veist, hvenær þetta var í lagi. Þú veist bara, auðurinn er að koma hérna frá landsbyggðinni. Við eigum að hafa meira að segja. Follow the money einhvern veginn bara. En núna er the money bara, þú veist, það er hér á suðvesturhorninu, sko. Já, en ég meina þú veist. Ok, segjum bara svo að Alþingi væri troðið af Reykvíkingum að berjast fyrir hagsmunum Reykvíkinga og eitthvað af þessum gangnaframkvæmdum sem farið út á landi eru hérna í borginni og það væri búið að, þú veist, og við værim ekki eins og tala um borgarlínu, það væri bara einhver neðajarðagöng sem myndi bara bera þig hérna í kross borgina. Þú veist, bara þetta, bara það að við séum alltaf að taka litlu peningana sem við eigum og ekki kannski eyða þeim í þágu flestra. Nei, en ég meina að þarna fæ ég samt svona landsbyggðar tilfinningu bara ekki fokk í þeim, skilur, ekki vera að taka frá þeim það litla sem þau hafa, skilur. Þau eru búin að fá ansi mikið og hérna Ertu á línu að skýsla bara komið bara í bæinn? Alls ekki, ég náttúrulega er landsbyggðar maður, en ef þú tala um ástæðunar af hverju we can't get a good thing going þá er þetta eina. Nei, það er eina, en ég er að velta fyrir mér er hún djúpstæðri, það er doktrínan að við sem að borga skatt, það sé göfugt að við borgum skatt inn í ríkið og ríkið sé gott, skilur, ég er að segja, ég er bara, maður prófar bara, þú veist, af því eins og ég segi, ég sögulega segi, ég kem úr vinstrinu, ég veit alveg hvað velferð er og hvernig mann líður þegar maður talar um það, en þú veist, engu sér, maður prófar að spyrja bara, það er verið að taka aðra hvora krónu sem þú færð frá þér og í hvað fer hún? Hún fer í heilbrigðistryggingu, þú gæti borgað sjálfur, hún fer í menntamál, þú gæti borgað sjálfur og hún fer í síðan bara einhverja botnlausa hít af einhverju svakalegu bákni sem hefur enga hvata til þess að gera hlutina effektíft. Það hefur svona mjög takmarkað hvata. Ég er bara að segja, gæti þetta verið málið? Eða finnst þér mjög leiðilegt að fara þangað og veltaði fyrir hvort að þetta gæti verið málið? Af því kannski er þetta að skella skottleiðinum við og hvað, viltu verða eins og Bandaríkin eða, þú veist, hvar er þetta ríki sem hefur tekið réttar ákvarðanir sem þú segir, ég vil vera eins og þau? Nei, ég er ekki með það alveg, sko, en sko, ég held að pottet séu við með hérna á Íslandi mjög demoniserað útgáfu að því hvernig hlutinir í Bandaríkjunum. Það er að segja, sko, að við erum pottet búin að í okkar áráðuskerfum og í okkar hugmyndafræðilegu stjórntækjum ríkisvaldsins, þá er verið að leggja áherslu á hvað þetta er slæmt í Bandaríkjunum með hvað þetta gott er. Það er að segja, þú veist, það getur vel verið að það sé bara mjög djúpt inn í líffræði okkar eftir margra áratuga
innrætingu að þetta sé mjög slemt í Bandaríkjunum en mjög gott hér, þar að segja og í allri stjórnmála umræðu og svo framvegis, kannski þetta bara fucking feitt í Bandaríkjunum, ég veit það ekki, ég hef ekki verið þar, ekki búið þar sko, hérna ég bara velta hlutum upp ég var eins verið þar, sko og okay, það er svo mikið að heimilislausu fólki og fólki sem hefur það hræðilegt þarna, svo fólki sem ekki glemdu fólki og það er í Bandaríkjunum sem ég bara svona sem ég fatt að náttúruvernd er pointless þú veist, ég er bara nei, þú veist, það er fólki þarna að borða upp úr ruslatunum þú veist, og bara og þú veist, og ekki miskilja mig, ég samfærist alveg yfir á þína hlið þegar þú segir þess að hluti við mig, sko, ég er bara að velta þessu upp, ég er bara að prófa ákveðnar teóriur. Ég veit það ekki, er þetta ekki bara að fara að borga 10 aftur, við borgum minni skatta og við beinum honum bara í góð mál og þú veist, það hlýtur að vera hægt að minnka ríkisbáknið án þess að gleyma okkar minnstu bræðrum og systrum. Ég er alveg hjartanlega sammála því að það væri verðugt sjónarmið, en ég bara veit ekki eins og til dæmis ég fullir eftir allt sem ég hef skoðað frá ýmsu fólki að það færi tölvert betur á því að leyfa einkaaðilum að selja áfengi og nota áfengiskattinn sem er í forvarnir og stuðning við áfengisjúklinga og meðferðarúrræði í stæðan fyrir að ríki sé að reka búð og halda árshátíð fyrir starfsmennina einhvern veginn og hérna kaupa konfekt á skrifstofuna, þú veist, bara glemdu þessu, sko. Ég er líklega sammála þessu, það væri mjög næst líka bara að geta keypt þetta í búðinni. Í búðinni, og þarna kom, bara að því við erum að vaða úr einu hana, þarna kom Sigmundur Davíð með alvöru hugmynd. Já, hvað sagði hann? Sigmundur Davíð on the cuff. Já, bara að frístæla. Já, hann var spurður út í eitthvað, hvað finnst þér áfengi maturverslanir? Og hann kom bara eitthvað en ef áfengi maturverslanir er bara mögulegt ef þú með maturverslun sem er undir x fermetrum og þannig var þetta gríðalegur hvati fyrir hverfisverslanirnar og myndi koma, þú veist, þeim í business aftur án þess að risarnir gætu nýtt sér það og farið að vera með Euroshopper bjór á tilboði. Og ég var bara tími núans er að lausna, ekki að renna upp. Nei, og sko, þetta færi mig líka að sko, talandum þegar stjórnmálinn íti einhverjum ykkur átt. Sigmundur Davíð er úrbanistjóð nummer 1. Skilur, hann elskar borgir. Þú veist, menn er að tala um að hann fari með hann til Prag og bara, það er eins og hann vinni við ferðamennsku í Prag, bara við að útskýra húsin fyrir þér og eitthvað svona. Þú veist, þetta er líka eitthvað sem við gerst við hann þarf núna að representera landsbyggðina sem er held ég ekki honum eðlislegt, sko. Já, ég samt heyrði af fólki í öllum flokkum sem var með honum í skipulagsráði að hann hefði engan áhuga á skipulagsmálum. Ok, þannig að þetta hann hefði bara áhuga á gömlum hús og eitthvað svona gamalli byggð. Fair enough, það getur vel verið. Nei, en sko, bara þú veist þetta er eins og sko, þú áttar þig á hvað borgarlínan mun gera fyrir Reykjavík. Sko, ég er smá bara lost. Ég meina, þú veist, lefðu mér útskýra að því þú bara passa að fara mjög varlega með þetta objekt en já. Þetta er objekt. Sko, bara segjum sem svo að hérna ertu með miðbæinn og hérna ertu með Grafarvog og þú bara strengir línu og þú segir við ætlum að ferðast milli Grafarvogs og miðbæjarins á þessari línu og við ætlum að gera það ört, þannig að þá verður eins og þessi litli lími, hver einasta stoppistöð verður til þess að vera, hérna ætlum við að selja dagblöð og vera með hárgreiðstofu og bakari og hérna ætlum við að byggja íbúðir líka og svo munu önnur sveitafélagin fara að leiða sig inn að þessari línu. Þetta mun svona einfalda líf Reykvíkinga rosalega mikið, af því að hugmyndinu er þetta svo, af því fleira fólk sem verður þetta, því meira tæmist göturnar af bílum, af því að þetta mun bara einfallega vera snegra. Og ef rétt er haldið á spöðunum þá er þetta, langar því ekki breytingu, þú veist, þetta er Reykjavík sem er búin að horfa á, langar því ekki eitthvað bara svona, þeir tók ekki ekki náðu þessu og allt varð betra. Og þú kemur til Kaupmannahafnar og þú veit hvað framkvæmdir er í gangi hérna og ég fekk þetta hérna svar. Þetta eru stærstu framkvæmdir sem er í gangi í Evrópu núna. Þeir eru að stækka neðara kerfið hérna að það er svo mikil ánægja með það. Og maður er bara, þeir eru að búið til hring hérna, bæta við þessum stoppum og í Evrópu núna er þetta stærsta framkvæmd sem er í gangi og við erum sífellt að bora göt í fjöll og það er komin tími til að við gerum eitthvað drastist hérna á höfuðborgarsvæðinu. Mér finnst það bara mjög áhugaverð sjónarmið. Ég velti fyrir mig hvort að sjálfkeyrandi bílarnir muni laga þetta, sko. Sko, þeir náttúrulega spila inn í þetta, sko.
af því að í krókabyggð Ég held að þeir hafi sko áhrif sem við áttum okkur ekki á núna, skilur, ef að þeir yrðu að raunveruleika sem geti gerst bara á 15 árum eða eitthvað, bara sem dæmi tímaramma. Nota bene það hefur lengi verið sagt. Þeir eru ekki góðir fyrir Ísland. Ja, sko, en ég meina, þú veist, það er samt held ég ákveðin skynvilla að ímynda sér að þeir verði það ekki á einhverju tímapunkti, skilur, þeir verða það. Sko, ég skal bara segja, nei, þeir munu aldrei... Þetta er alltaf án rekordóri. Það verður hægt að skoða þetta. Ég veit það. Veistu hvað er þetta að skoða? Veistu hvaða vitleysu ég hef stutt ekki? Stutti Þóru Árnastóð á Bessastaðinu og hérna... Nei, ég skal bara segja að því, hérna... Þetta er bara svo flugleiðin milli, þú veist, Ísafjarðar og Reykjavíkur. Það er fáránlegt hvað það eru margir dagar ársins sem hún dettur niður. Já. Og, þú veist, ímyndað er samfélag sem reiðir sig á þetta kerfi, sjálfkeyrandi bíla og svo koma bara 2 dagar í febrúar þar sem samgöngur leggjast niður. Já, en ég meina þarna ertu með samt svona jaðartilvik, sko. Þú veist, ég er að tala um... Þetta er ekki, þú ert á Íslandi, þetta er árlegt, þetta er bara gjörningur. En ég er að segja, þú veist, út frá sko þörfum og vilja mannsins, það er að segja, ef þú ert að fara upp í Kópavog að kaupa eitthvað í búð, þá vilt þú keyra þangað á bílniðinum. Hvernig bíl áttu? Ég er núna með Toyota Highlander. Ramas? Nei, það er bensin, ég var á Ramas. Hvað gamall? Ég var á svona, hann er bara mjög nýlegur. Ég ætla bara að segja eitt, að ég var á Polestar í 1 ár. Love the guy, sko. Bara þetta að bakka úr innkeyslunni sinni. Já. Og stráin og grasið hefur vaxið ansið duglega. Þannig að bíllinn fer í panic mode þegar hann bakkar út. Hann er bara þú ert að fara að klessa á, þú ert að fara að klessa á. Já, ég veit það, en þetta er, þú veist, við erum að tala um, ég er að reyna að mála upp stóru myndina og þú ert að reyna anekdótalega mig hérna, niður í helviti. Stóra myndin er alltaf svo að mass transit er alltaf ég skilji, betri. Það þarf að færa þrælana til vinnu, sérðu hvað ég kom með hérna, litlu tóbaksbúðuna. Þannig að, þú veist, á þessar stöðvar hérna munu sjálfkeyrandi vagnar með, þú veist, 15-16 farþegum vera á stöður í ferð. Ég er ekkert lokað fyrir þessu og ég og eins og margir aðrir af þeim sem ég þekkja sem eru að taka þessa hægri sveiflu, sko, þú veist, síðasta vígið er samfylkingin í borginni, skilur við. Það þarf mikið til að maður færist af samfylkingin í borginni, þú veist, meðvirknin með því verkefni hefur verið slík, sko. Það er ekki bara leiðtoga hægra megin, þú veist, þetta er náttúrulega, við erum í leiðtoga krísu. Já, með Eyþór Arnaldsen í síðustu viku, hérna í þínu sæti og hann var bara geggjaður, sko. Það er svo lág á sig. Já, ég meina, þetta er allt optics, sko. Þetta er allt optics, sko. Nei, en ég meina, þú veist, hann var ferskur, sko, og hann náði 31%. Það bara er ekki restin, skilur. Nei, það er ekki restin, sko. Þeir eru huge í grunninn með honum, þú veist, þannig að hann var líka heppinn og ég er ekkert að segja hans er fullkominn, sko, en jú, kannski það bara leiðt að hæra megin. Ég hugsaði, akkur fyrir ekki Gulli Þór í borginni, hann geti orðið borgarstjóri, þú veist, ég meina, hann er með útkvarfin en sko, náttúrulega, sjálfstæðisflokkurinn, þú veist, ákvað að gerast flokkur urbanista, ákvað svo hætta við það en gátt ekki hreinsa það alveg af sér. Kom svo með Hildi sem á að vera þarna, þú veist, no bullshit gæin og er til í allt, saman hvað það heitir, if it makes sense, skilur, það er svona hennar cadence einhvern veginn í þessu. Ég er bara að segja þér, þetta er Görundvallar forseta fyrir því að þetta samfélag fucking þróast. Borgarlínu. Já, það er bara að þú ákveðir að Mercedes-Benz SL500 verði heima í dag því þú ert bara sneggri niður á skrifstofu með línunni og þú ert að Mercedes-Benz SL500 verður aldrei heima í staðin fyrir strætó. Nei, það er ekki fucking sjens. Oslo er búin að gera þetta. Þeir eru bara búin að verðleggja þá út úr borginni með bílastæðum. Það kann að vera, já. Það þarf ekki þannig ofríki. Þeir gera það í City í London. Af hverju ætti einhver að eiga S-klassin þegar hann snýst ekki samgöngur, sko. Hann snýst hver þú ert. Skjótast í sumarbústæðin. En þú verður að sýna hver þú ert á hverjum degi. Já, þá ertu meðan fyrir utan. Já, það kann að virka. Og sem kemur heim með borgarlínunni og ferða á honum út í búð og ferða á honum nýr í Hlíðarenda að sækja börnin inn í þetta og þá ert að sína þig. Mér finnst þetta einhver leiti, ég held að þetta sé bara... Finnst þetta dimm framtíð sem ég er að lýsa hérna? Að S-klassi verði heim. Framtíð. Ég bara segja það
eins og í London þú veist, ég þekki íslenska gauðra sem hafa átt Range Rover í London og unnið í City þú veist, og bara og mætt með henni vinnuna og bara borgað 25.000 skall í bílastæð og þetta koma aldrei aftur en bílir selja ekki bílinn, skilur en þú veist, við þurfum torg, við þurfum staðil fyrir fólk að hittast, það er grunnforsenda þess á okkur í samfélagi að við hittumst og finnum lyktir okkur og sjáum eitthvað svona sem við sjáum nefnilega ekki á Twitter þessum líður illa í dag hérna, hvað ætli sé að þú veist, að við pælum í hvort öðru er held í grunnforsenda það vantar einhverja stjætt hérna, já, algjörlega og að því það er ofvont veður til að við hittst á torgum þá við þurfum þessar samgöngur til að samin okkur ég bara segja þessi útópíska hugsun þessi meinta mögulega útópíska hugsun sem ég finnst þessi umræða að bera vott er bara slík að ég bara get ekki fallist á að einhver muni vilja frekar ekki ráða tímasetningu ferðarinnar sinnar með mjög nákvæmum hætti sjálfur með því að bara stíga inn í bifreiðina sína veistu hvað, þetta væru næstum því rök ef við værum ekki bara að tala um það að færa okkur á sama stað og allar aðrar borgir í heim skilur við erum bara að segja ég er bara að byggja okkur að fara með okkur á grunnlevelin og ég er að segja, við getum byggt frá því og ég er ekki að tala um eitthvað en talandi enga og ekki Strætó, bara reksturinn á þessu og bara það tek Strætó daglega sko, það er fyrir mig að ræða þetta sko já, en ég meina, þú veist það er enginn að taka Strætó skilur þú ert að taka Strætó en þú veist, almennt það er bara að hata þetta allir þú veist, auðvitað margir sem nota þetta það er náttúrulega alltaf fullur Strætó já, en ég er að segja enginn og þú veist alveg hvað fólk er að tala um því ég segja enginn my brother, Ásinn úr Hafnarfirði já, fer á hvað, 12 mínútna fresti ég átti tímabil í mínu lífi þar sem ég tók Strætó mjög systematískt og á hverju minnst degi og það var bara mjög fínt að því að ég var komin upp á lagi með það þú veist, það er alveg hægt að lifa svona en skilur, þú veist punkturinn er frekar sá að þú veist, það sem ég var að reyna að segja er að reksturinn á kerfinu er svo skrítin eins og appið þú veist, af hverju er búið að taka 5 eða 10 ár fyrir mig að geta bara farið inn með síman, af því það myndi 100% fá mig í Strætó ef ég gæti bara Apple Payað en ekki, við erum með app og við erum búin að kaupa miða og við erum byrjað hérna eitthvað með einhverjum strætóprýstjóra eitthvað að sína mig og appið og myndavélina hreyfast á saman tíma þú veist, kannski er þetta gamla appið en, þú veist, það sem ég skil og svo átti klapp að virka öðruvísi og ég er bara eitthvað, gaur, þetta fucking sökk hefur þið séð hardverið í klapp, það er suspekt það er bara svona lítur út þessu og bara svona gaur að smíðað heima á sig og ég fjallaði tölvöld klapp á svona tíma þegar þetta var að koma sko. og ég klapp en segðu mér vitlaus að Dóra eitt ákvöru þarf að forrita svona kerfi fyrir Strætó ákvöru getur við ekki bara heyrðu, þetta virkar hérna London, hvað heitir það kortin í London sem getur bara keypt allt frá þeim og núna getur við sko bara tekið vísakortið og gert svona hvert sem hún ferð ákvöru getur við ekki fengið eitthvað sem er til nú þegar af því að það er engin allir sem er að reka fyrirtæki í Íslandi myndi gera það en ekki eitthvað sem er í opinberri eigu eða þú veist, ég veit ekki eins og hvað Strætó er þetta er eitthvað bla 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 bla, skilur en bara allir sem er að reka fyrirtæki í Íslandi myndi segja bara er ykkur að gera þetta? Er verið að gera þetta? Er ekki bara hægt að kaupa það beint? Skilja, nei, við þurfum að fá bara norskt hugbúnaðar teymi til þess að búa þetta til frá grunni og það er það sem ég segja svona gerist það sem að hvatarnir eru í bara alveg kross og náttúrulega átti ekki vera með neitt kerfi ég held í fulliði ef þú væri með 3 vaktmenn sem myndu fara milli Strætó allan daginn og svona taka stikkpröfur hverju var að borga og annars myndur þú bara labba inn í fucking vagnin ég er að segja, það er þannig í Berlín allstaðar þú bara labbar inn í fucking vagnin og þeir eru trist fyrir að vera með miða að þeir vita að vagnin getur ekki beðið eftir fólki á meðan það er eitthvað heyrðu býtu í hérna græna hvort þeir runni út shit sko. Nei, þetta er ótrúlegt sko. Heyrðu, hvað við erum útbúin að afvegalega þetta sko. Ég veit það, ég ger það alltaf ef þú horfir á podcastið mitt við Eddu Falag því ég ætti að fá doktorskráðu fyrir afvegalega umræðina sko. Komst út sem rétt sýtt maður enginn veit hvað ég talaði hjá Eddu Falag eða hvort ég á rétt sýtna eða hvort ég á hluta drullsokkunum eða hvort ég sé segur eða hvort ég sé saklaus sko. Nei, þannig að ég meina það er bara vel gert sko. Þú veist, og ég held að komið svipað út úr þessu sko. en við getum alveg farið eitthvað hart í þetta ég er náttúrulega átti barn í Austurbæðarskóla og ég skal segja þér eitt, nei ég er að djóka Nei, en ég meina, ég var að reyna að spyrja um sympatíuna þína, skilur, hvað hún lægi Hvar liggur sympatíu mín? Ég er bara eins og sko ljósvíkingurinn sko. Hún liggur bara með fegurðinni og fólkinu alltaf og hérna
og ég kýs alltaf yfirleitt bara út frá okkur einu málefni sem ég er eitthvað svona heitur út af og ég held að þau alltaf gera eitthvað í því ég verð alltaf fyrir vonbrigðum alltaf fyrir vonbrigðum, það hefur enginn verið sá frambjóðandi sem hann lofaði að hann ætla að vera í minni kosningasögu. Nei, og sko tilurðu, sko, að því við erum með kerfi, þú veist, fjölmiðla stofnanir, fjármálastofnanir og ég halla að tala að vera og ég fer að hugsa þetta, þetta er alltaf til umræða trausti sér hrunið gagnvart öllum þessum stofnunum samfélagsins og þú veist, í Bandaríkjunum ertu með sko kannanir og þú veist, og við erum einhver mikrokosmos á því, þú veist, við erum með kannanir þar sem sína bara traust, bara úr bara 90% í bara 10% á bara, skilur, 15-20 árum íkt dæmi, en þú veist, bara traust er bara hrunið gagnvart grundvallar stofnunum og þú veist, ok, maður spyr sig hvernig verið að spyrja traust bara að fara að þýða eitthvað annað í hug okkar en það er einhver trend þú veist, gagnvart stjórnmálum eins og þú ert að segja, verður fyrir vonbrigðum og eins og ég segi, þegar elítan, Halla Tómasdóttir talar þetta, að trausti sér hrunið, þá fellst hún á að vissulega... Er hún elítan? Ég veit það ekki, ég meina já, þú veist, hún er moldrík og hún er orðin forseti Íslands, skilur þú veist, og ég skil samt alveg, hún er ekki elitan í skilur Nei, en það er áhugavert að því ekki sama skilning, ekki sama hátt og þú og Auður Jónsdóttir, skilur þú veist, þetta er öðruvísi elita þetta er elita sem er aðeins grillar á daginn með grillar á kvöldstæð. Já, Auður Jónsdóttir er elita. Já, ég meina, er það ekki? Ég meina, ég er elita, hver er ekki elita, þú veist en Auður Jónsdóttir, frænka mín hún skrifaði grein sem breytt stöðunni. Já, sannarlega, hún tók þetta í gegn sko, en ég kvartaði aðeins undan þeirri grein, sko, mér finnst tónnið þar, þú veist, að völd séu per se vond, sko, þú veist, mér finnst það sem ég tók út úr því, og þetta er svona heimildarspík, sko, yfirburðastaða og valda ójafnvægi og þú veist, þetta er svona harkalegur marxismi. Það var bara ein spurningarna sem var það, bara er það best fyrir hagsmuni Íslendinga að Katrín Jakobsdóttir verði forseti, er það best fyrir hagsmuni ákveðna Íslendinga að Katrín Jakobsdóttir verði forseti og mér fannst það að vera spurning sem einhvern veginn margir voru eitthvað gátt ekki orðað hjá sér en þegar þetta kom voru þeir bara, I don't know. Ég þekki hellinga fólki sem bara lasa grein höllu. Já, og ég meni, ég hefði í einhverjum alternatífum veruleika 100% geta kosið Katrínu, sko, gera það ekki og kaus Gnar, en tjóðvill erum við lojal. Já, ég meina, þú veist, og það er bara virðing á nafnið, bara eilífu, saman hvað, skilur, þú getur eiginlega orðið alveg hræðilegur og ég mun samt... Já, ég mun alltaf bara... Respekta. Taka til að fara á vonda tímabili, sko. Já, og mér fannst það vera hefjast, sko, en mér finnst hann vera svolítið beist núna, svolítið ferskur, þú veist, ég hitt hann í Netto daginn og bara átti bara geggja samtalið, sko, hann stendur utan tískubylgna, hann er bara pælið ykkur geggjum, sko. Já, þarna mér er að fundist hann, þú veist, að þið talandi þess að polariseringskrúm, fundist hann aðeins að gæla við hann er svolítið lippi stundum fyrir minn smekk sko, en þú veist, já, en hann má það hann var sko náttúrulega bara mjög trúaður eins og öllu sem hann skrifaði og svona, veist, hann hefur farið gennum alvöru bylgjur og viðurkenni og ég held að þú og hann myndi örugglega og hann og Erpur myndi ansi núansera umræða til Ísrael og Palestínu, af því að þú veist, ég held að hann hefur verið svona, mér finnst tónninn í honum eitthvað svona, já, ég meina, þetta er Ísraels stjórnvöld en ekki bara Ísrael almennt, það var einhver svona lágvær apología í hans orðræði það, sko, já, ég myndi öruglega ef þú myndi kanna það betur, þú veist, ég segi það án ábyrgð canceliðunum, alveg og ég meina, þú veist þetta heitir bara cancel í hugum ákveðins hluta, ég held að líka það sé búbla að þú veist, að svona eindregin stuðningur Palestínu sé svona sjálfsæður, þú veist, ég held að það sé heldur ekkit á alla línu og talar þú veist, að þú ert að tala sko, sömur Íslendingar og síðan allir Íslendingar ég veit ekkert hvernig það leggst í, þú veist, og ég veit það er auðvitað til einhverja kannanir og einhver tölfræði, þú veist, og öllum er auðvitað misbúið að sjá börn vera dreipur og svo framvegis, en ef þú sérð, þú veist, ef þú ferð í stóru myndina, þá held ég að það sé ekkert endilega svona svart og hvít, sko, en hvað vil ég sagt hafa? Jón Gnar, við vorum að tala forsetan, Kötu, Auður Jón skrifaði það breytti leiknum sannlega og Katrín náttúrulega, það var fucking skellur maður og Halla T er núna orðin forseti. Ég veit það, og hún er strax komin í bara sponsored ad með, þú veist, Brimborg. Já, það var hellað, en það var held ég reynsluleysi bara, þurfu ekki að gefa því það. Ég held að mér fannst það viðjandi. Heldur hún hafi sagt við Egil, nú segir þú að ég hef ekki gefið leyfi fyrir þessari mynd og hann hafi gefið low-key lítið smá leyfi, eða þú veist. Veistu hvað, ég skal segja þér eitt að einu sinni keypti mamma mín bíl. Þetta var Chrysler PT Cruiser, veistu hvernig bíl lítið út? Þeir lítið svona svo teiknumyndabílar. Er þeir mjög
Þeir lítið svona út svo að eitthvað svona ný útgáfa af svona bíl frá 1940 Chrysler PT Cruiser Já, ok þetta bara klassiska mótilag eða svona T-Bird sko Já, svona svolítið skýta Chrysler Já passaði á öllum snúrunum Einmitt hún keypti þér hann bíl á svona netuppboði og það var Ástó Magnússon sem kom með bílinn og var að selja hann Mamma hefur líka keypt bíl á hann og hann tók myndamóða minni Ástór, þetta árið svona 2003 og hann segir, má ég taka mynda þér? Hún segir, já, en þú má bara eiga hana og ég vil ekki hún byrtist neðst þar þetta gat mamma mín sagt árið 2003 sem ekki mjög vön svona public en henni fannst allavega greinilegt af hverju hann vildi taka mynd þarna Það kannski málið, þú veist go figure Já, ég held að myndin hafi ekki verið í tengslum við einn afslátt Nei, og afslátturinn hafi verið alveg bara Nei, en sko talandi þú veist, ef við tölum þetta þræla siðferði Ég verð að fá mér í vöruna Já, fá þér í vöruna Shit Ég tala bara hafa þeir nú sitið Sölvi Tryggva á allir Já, nei, Sölvi hefur nú ekki komið hingað Nei, ég er bara aðalega ég er svona nýlega að byrja að keyra á þessi viðtöl sko, ég svolítið mjög ekki búin að vera í mónologunum og núna finnst mér ég örgulega sína þess þægilegri mynda sjálfum mér sko ef það einhver mótaðili sko en sko það sem ég vildi sagt hafa í tengslu við, hvað voru að tala þú varst búin að segja þetta með hölltíð og bílinn og afsláttin sko, ég var að tala um þetta hugafar sko sem ég fannst byrtast hjá Auði Jóns eins og ég segi, ég gef henni það hún er frábær og skrifa þessi góðu grein þó hún hafi reynda verið að ráðast líka mig síðan áfram í heimildin en það er líka bara name of the game og hún sagði sko þetta með að völd væri svo slæm í eðli sínu Eiríkur Rögnvaldsson skrifaði status þetta með höllu tíða því að það kom fram að hún hefði talað við forstjóran áður hún keypti bílinn skilur og hann var að segja að það væri ákveðin forréttinda blinda eða forréttinda glepja eins og hann sagði það má ekki segja blinda þegar það eru eiginlega Já, ég veit og það veri glepja þarna Okkar blindubræðir Já, okkar blindubræðir Við erum að loka augunum fyrir vandamálum þeirra en nei, og að það væri glepja í höllu að tala við forstjóran og hugsaði bara eitthvað gaur eiga allir bara að vera lúserar, skilur má enginn bara tala við forstjóran þegar hann kaupir sér bíl skilur hvað við en talaðu um Auði Jóns Já, ég bara segja einhvern veginn þú veist, hún kemur hún ætlar að kaupa sér bíl og hann eitthvað, ég geggja hann Volvo einar af mér hún er það er ekki svolítið fórsetalegt, já það er geggja við setjum þetta gott verðmaður, herru, leið mér að taka myndaði með nýja bílum, ég bara segja, þetta hefur allt verið bara svona fúsk og markasmennska ekkur og enginn bara gerir sér grein fyrir þetta fucking fórseti Íslandsmaður ég fór að hugsa sko að því mér langaði að vera petti að því að Auður Jóns var eitthvað að segja að væri mjög problematísku með kattmennsku dæmið í heimildinni og var með mikið langkund það í þarna samstarfi við eitthvað blaðmann og það hringdi í mig og ég sagði bara nei, ég nenni ekki að tala um þetta við ykkur núna skilur og hún sagði skilji, velti fyrir mig hvað ömmu hans finnst sko, sem Helga Kress og mikill feministi þetta og brautir enda því sviði og mér langaði sko að því að þetta var svo mikill langkundur þetta var svona heimildin, þetta var alltaf menntaskóla ritgerð, þetta eru 4 blaðsur skilur sem gætu verið bara svona að þetta er alltaf helgarblað og það er öðruvísi matreysla en það er þjónusta við lesendur að vera stuttorður og svo þjónusta er ekki veitt þarna og Halldór af ykkar sagði við Helgu Kress að hún væri stringent hún kæmi sér að efninu stringent, bara sparaði orðin bara skrifaði bara mátulega mörg orð og ég hugsaði, ég hugsaði bara hvað af að þín finnist sko, ég skal segja þér þú byrjaðir of seint og mikið í ljósvakamilum við sem komum blaðamannaskóla Jónasar Kristjánssonar eins og ég og Sólmundur Hólm og fleiri góði blaðamenn hérna sem hafi síðan gert góða hluti hann kendi okkur og það voru gæðafundir og ég meina þarna voru líka bara Valur Grettisson og hérna Andri Ólafsson og Breki og alltaf Mikki Torfa var hinn ritstjórinn og Tóti og Páll Baldvin og Hjörvar Hafliðason og þau vildu verða alvöru blaðamenn og those were the days það voru gæðafundir á mánudum sem hann var með og þá var hann bara flett í gegnum blaðið og einmitt skrifa stutt, skrifa eins og Hemingway hérna stuttarsetningar stutt orðdilulu en að gefa út helgablað er annað game þá ertu með lesbókina New York Times Book Review og þú vilt skrifa aðeins flúraði texta og þú vilt draga lesanda meirinn þannig ég skil það alveg en ég skil líka það að
þú veist, að vera bara blaðmaður og þurfa að skilin efni og þú veist, og þú þarft oft bara að vera bara, heyrðu, við ætlum að skrifa þessa nýja kallmennsku ímynd og byrjum bara að hringja og byrjum að skrifa og hérna ef einhver þekkja það þá ég sko, ég veit alveg hvað þetta snýst sko, þetta í veseninu en enga síður, líka bara almennt og ég skrifa tölvöld ennþá, þú veist, einhverja greinar og svo ég kannski búin að skrifa einhverja grein 100 sinnum í einhverjum ólíkur myndum og svo ger ég TikTok bara sem mínúta og þá bara loksins kemst þetta, sko, ég ætla að hvetja þið bara sem kallmaður að reyna að munnhöggvast eitthvað sem hann við auðu frænku mína. Nei, og ég held að við eigum bara mjög vel saman, sko. Já, en það er þetta ríðstæðan margt og henni finnst gaman að tala háleitu hugmyndir og svona hluti og hérna og hún er eina af ég veit ekki þegar maður segir gáðustu mönnu sem ég þekki, hún er engin getur orðað hugsanir og komið þeim í orð sem ég umgengst betur en hún og það er saman hvort að sé ástina og það er fengur að því núna fyrir umræðinu að hún sé að nenna að skrifa svona fucking mikið og svona galgopin í mér hefur oft engdana upp í eitthvað skonar pegs og rifrildi og mér hefur aldrei liðið sko að því hún er líka með þessa vestfirsku ílsku að segja það hart og segja eitthvað sem er svona létt særandi og tvíeggjað leiðum og oft finnst mér að bara svona eins og að borða það engifer eða eitthvað að láta hann aðeins taka mig í gegn ég þyrfti ekki bara að fá hann að ritstjóra borðinu við fyrsta færi og þú veist þarna ertu komið mannesku sem missir svefn yfir stöðu fjölmiðla á Íslandi þú veist það eru fáir sem eru einhvern veginn mér er orðið alveg drullu það maður djöfulega með drullum stöðu fjölmiðla þetta bara gerist eins og það gerist, skilur, það ekki í staðan, skilur Já, en ertu ekki gladur að eitthvað sé hugsa um þetta? Jú, en 100% sko, ég var alveg að deyja yfir þessu í mörg ár sko, þannig bara fyrir viku sko Já, þannig að, þú veist, ég bara gaur, það er bara talk is cheap sko, það er bara mjög mikið upplýsingum að úti sko, þið eru bara í upplýsingabransanum og þið eru bara ekki með það mikið betri upplýsingar en þú veist, þið eru með betri upplýsingar í mörgum tilvikum og helviti ferskar upplýsingar, ég fíla það, elska það hefur verið að vinna við að búa það til en þær eru bara ekki, markaðurinn er bara ekki að svara markaðurinn er bara ekki að taka svona vel í upplýsingarnir ykkar að hann vilji halda þeim lifandi skilur hvað við, eða vilji meira Já, en svo ertu með hluti bara svo heimildina Já. Það er bara oft eitthvað á forsíðu heimildarinnar og ég meina heimildin hefur náttúrulega kannski gert eitt betur en nokkur annar sem er að fjalla fátækt á Íslandi og hérna og veistu hvað þeirra börnum hans eru farin að horfa þú veist, ég spurði Kára elsta son minn sem er 13 ára, hérna, hvað er Floss að horfa á? Hann er að horfa á Andrew Tate, hann djóki mér skilur eitthvað svona, en börnum mín eru að horfa á Mr. Beast þú veist, sem er einhvern veginn annað ævintýri úr síðkapitalismannum fyrir einhvern veginn sem er aðeins barnvænna en þú veist, það er bara maður að borga fólki stóra fólkur fyrir að gera eitthvað rugl skilur við, og þú veist, og allt í hennu börnum mín bara, eru við rich, eru við hvað eru við, skilur við og þú veist, Benjamin Dúfa er barnabók sem fjallar líka stéttaskipting og svona Nei, 100% sko og ég vil heyra þessu sögur ég vil heyra hvernig fólki á Íslandi líður sem er ekki í sem ég nýt þess ekki sem ég fæ ekki umgangst Nei, ég er alveg samlega því og ég ætla ekki að draga úr mikilvægi heimildarinnar á ákveðnum sviðum sko. Doddi hættur maður og það er ákveðin end of an era, hann er búin að tala um stöðu fjölmiðla, hann er búin að vera að tala um stöðu fjölmiðla for a minute og hefur skrifað marga eftirminnilega pistla hérna mennindi með kindlana Já, og hann svona þú veist, það sem ég heyri, ég hef ekki unnið með honum en ég tala við hann, það ekki aðeins það sem ég heyri er að maðurinn er hamhleypa til verka maðurinn er á hamra lyklaborðið ég hef unnið með honum þú veist, síðan vinna, hann er bara það þarf að fá 2-3 lyklaborð á ári og hann er hamra og ég veit ekki hvort að stundar liðið þú veist, stundar Ingi Björg og Jón Trausti og þau, ég held að þau séu ekki þar sko, þú veist, mér finnst það ekki sama væp, þau eru meira svona eitthvað pæla ég var með Jóni Trausta á DFF þegar hann var bara í fréttadeild sko hann er hamrari sko. Ég held að hann sé ekki hamrari hann hefur hamrað það mikið að hann þurfi ekki að hamra lengur sko. Ég er að segja, hann er búin að hamra sig út úr þessu og ég held að Doddi hafi aldrei hamrað sig út úr þessu Nei, Doddi náttúrulega, en kannski var hann loksins að hamra sig út úr núna, og við sjáum bara Doddi komin á hérna, sjónar Símans að sjá eitthvað svona
nýjan spjallþætti eða eitthvað, ég veit það ekki. Heldur hann, nei, hann ekki bara, það er alltaf talað hann sé að fara í pólitíkina, sko, en ég veit ekki hvort hann hafi nennuna í það, sko. Ég ætla alveg að vera til í það. Já, þú veist, ég meina, ég held að hann myndi alveg bæta miklu við hjá Samfylkingunni, sko, en hann myndi samt alveg draga þetta smá til vinstri, hann myndi draga þetta smá til svona inn í liberal vinstrið, en málið að kjarnin var ekkert svona miklu vinstri tæmi, kjarnin var náttúrulega bara, þetta var allt eitthvað svona Hjálmar Gíslason, svona startup-gaurar sem voru mjög kapitalískir í hugsun öllu leyti, en skráðu sér harkalega inn í hinn frjálslindu gildi þegar þau urðu fersk og fóru alla leið með þá og það hefur raun og veru dregið yfir til vinstrisins, skilur við, bara eins og með Gísla Martin, skilur, hann bara orðin vinstri maður út af hvernig frjálslindi fór með hann eða liberalismin, sko, þú veist. Já, en hann líka, sko, þú veist, lendi í rosa ljótri innanflokkspólitík, sko. Já. Sko, ég er ekki alveg saman. Sko, hvað voru að tala aður Gísli, hérna... Að tala fjárfestana sem urðu liberal og fóru eða vill vinstrisins. Sko, ég ætla að skera á þessa mýtu hérna. Nei, þetta var bara tilgáta. Mundirðu ekki segja, ég veit ekki hvernig ég að fara inn á okkur að Carbfix og umfjöllum þá væri svona gagnrýni í vinstri áttina? Gagnrýni í vinstri áttina frá hægri? Nei, frá vinstri. Nei, við náttúrulega heimildin fjallaði þetta. Já, ég sé það, þeir voru það. Og svona tóku þetta... Já, það er svona Helga Seljans dæmi. Það er ekta hann og ég veit ekki hvort hann hafi leitt þessa umfjöllun, sko, en það er hann kann að hatast út í alla, skilur, hann þú veist, við þurfum það í fjölmiðlafólki og það er hans list, þú veist, það er bara, ég treysti því að Helgi er ekki polariseraði gaur yfir í eina hliðina, þú veist, auðvitað er hann svona einhver svona garden variety liberal, skilur, hann er bara eitthvað svona basic gaur, skilur, sem ólst bara upp á rúf, skilur, auðvitað er hann bara eitthvað hann ólst upp á dagblæðinu og á út af sögu þegar út af saga var svolítið svona ég segi ekki að ólst upp á rúf en svona var á þessum mikilvæga mótuna tíma þegar þessa pólitísku vendingar sem ég er að tala núna verða, skilur, þú veist, þegar þessa fylkingaskiptinga verða þá er hann þar, þannig að hann staðsetti þar og þú veist, bara eins og Sigmar, skilur, þetta er bara svona, þú veist, harðir gaurar, harðir í hotn að taka og af mörguleiti kannski Einar Þorsteinsson líka, skilur, þetta er svona harðir í hotn að taka, en samt svona er auðvitað bara eitthvað, skilur, frjálslyndu maður í svona hefðbundum skilningi þess orðs. Eins og þú? Já. og ég er úr þessari hefð, sko, en ég hef alveg svona orðið svo leiður á þessari umræða allir núna, sko, þú veist, ég minnst svo leiðileg stemning, sko, þú veist, eins og með ólympíuleikana, skilur, nú er þetta eitthvað svona, var þetta vanhelgun á kristni eða eitthvað svona, þetta dæmið þarna spektakulið sem allir að tala þú veist, með, þá eitthvað svona allir trans og allir fatlaðir og allir eitthvað svona, skilur, minnst aðalega bara, come on, skilur, auðvitað þetta núna í ólympíuleikunum, skilur, til þess að tryggja alla, til þess að segja við höfum völdin og þetta er okkar fagurfræði, skilur, það er það sem þetta snýst það snýst ekki kristin tákna en þetta snýst bara að, þú veist, þetta er fagurfræðin okkar, skilur, og þið fokkin hati þessa fagurfræði, skilur, þannig við ætlum að plantin í flasa á ykkur, skilur. Já, bara stundum kemur eitthvað sem maður fílar og svo næsta ári kemur eitthvað sem maður fílar ekki. Og ég er ekkert svona, og ég vil heldur ekkert, ég er líka á mörguleiti eins og þú, ég er á markaði, sko, ég get ekkert farið alveg á aðra hliðina og maður reynir að fara bilbeggja þeirna, sko. Já, maður reynir það, sko, og hérna, en þú veist, bara alltaf þegar ég hugsa bara við erum að lifa menningastríð þá svona sem þegar ég heyri fólki þá hafa allir í raun bara áhuga á okkur öðru en það sem er verið að ræðum og eiga eitthvað annað sameiginlegt en það sem er verið að ræðum og það er þangað þurfum að leita sem þjóð það er sannarlega dæmið og við þurfum eitthvað sem sameinar fólk skilur, það, en ég held að það geti ekkert verið stjórnmálamæður, það verða bara að vera listamennir okkar og uppistandararnir okkar og eitthvað svona skilur Já, en vonandi mér að þú hefur þó séð að það var bara þú veist, óreiða, pólitíski gangi í borginni og Jón Gnarr kom með engan skilning á því hvernig borg er rekin og hvernig borgarstjórn er rekin og hann sameinaði fólk, það voru bara pirraðir sjálfstæðismenn sem kusu hann í hrönnum og það var fólk sem hafi enga trú á stjórnkerfinu og það voru hans aðdáendur einhvern veginn og við tókum okkur 4 ára Reykjavík, það sem var bara maður var alltaf bara, hvað er borgarstjórn bara alltaf í dag maður bara skemmtilegt, gaman að þessu já, en ég meina, þú veist, Morgunblaðinu leið ekki eins skilur, þú veist, það leið ekkert öllum svona eins og þér, sko, þú voru aðtöða það en meiri sé að Morgunblaðinu fannst mér tala alltaf svona þú veist, mér fannst þeir vera svona
furðulegir þá Er pólitík ekki bara ógeðslega persónulega á Íslandi? Þú veist, bara til dæmis það hvernig Morgunblaðið fer með Katrínu Jakobsdóttur, bara eins og lítinn engil og svo bara Svandís Svavarsdóttir hökkuð ís og dagur áráttan fyrir degi og Svandís þarna og svo bara Katrín bara Ég væri bara svo til í að vita hvernig Alþingi liti út eftir einstaklingsskjör. Já, það verður geðveikt. Það var ekki bara hvaða sliskja þetta sem þessi dattinn stemmi í morgun var 5. sæti Já, ég er sammálaður sko. Já, en sko svo, þú veist, og svo í þessari pólitík þetta, þú veist, eins og, þú veist, var gaur að berja konu í þessum boxring? Nei, þú vorst að segja þetta væri ekki gaur sko, heldur kona. Ég náttúrulega kem inn í þetta hnefalega megin af því ég fylgdist með deilunum fyrir árið síðan þessa sömu, hvað heitir hún? Hún er frá Alsír það sem bannað að vera trans og sem sagt það sem allavega sko, er hún kona eða kall? Sko, það er spurningin það er náttúrulega sko, bannað að skipta eitthvað í Alsír já. Þannig að hún fæðist sem kona með kvenkyns æxlunarfæri það er staðan og er alin upp sem kona og er bara World Health Organization að fakta þetta skilur. Það er myndir af henni sem barn og þetta gerist í fyrra það er rosa mikið af æfingafélögum og svona fólki bara hún er kona, hún fyrir á blæðingar sko, en svo bara er hún á massífum styrum eða testosteroni Nei, sko, hún er líklega annarkvort með eitthvað háblóðkort sem pumpi henni upp í henni testosteroni var ekki greint bara eitthvað XY-litningar en svo er líka sagt að sé XY-litningur hann að hún hafi sé bæði sko. En hafi verið með eitt ráðandi en sko ég held samt og ég sé ekki að fara með fleipur að ef sko það þykir ástæða til að setja hana í testosteron mælingu þá eru mörk sem meiri segja Ólympíusambandið er með að miða við og hún má ekki fara yfir það sko, þó hún sé með þetta sko. Já, en sko þú veist, en þú tweeta þessu skilur og segir eitthvað, hún er ekki transkona, þetta er bara kona veist, og þá er allir bara að smassa like-takan, skilur, lipparnir, bara heyrðu, já, hættið að tala þetta er ekki kall, skilur en þú veist, en þá er það bara eitthvað, ef þetta væri kall sem var hann, eða þú veist líffræðileg kall uppálega, skilur, sem er orðin kona, þú veist, inn í þessum hring að slást við, skilur, líffræðilega konu, fattaru, þú veist, væri það þá samt, þú veist, tilefni til umræðu, fattaru eða er það bara eitthvað sem er að fara að flæði yfir okkur? Sko, mér fannst það sem fólk var að segja, sjáu hvað ólympíuleikarnir er að gera, þeir eru búin að leyfa transkonu ég er alveg samanlega þeirra að leiðrétta þann misskilning ef það var misskilningur og ég komst að mörgu í dag þetta mál allt og þetta er kannski þetta virðist bara að vera flókið mál þetta er raunverulega núanserað mál sko. og samt eru gaurur að kommenta hjá mér bara þetta er kall þetta gerðist fyrir mörgum árum þegar transkona fór að keppa í MMA sem Joe Rogan tala óslega mikið og menn höfðu rosalega ágjur af þessu þangað til að bara hún var sigruð og svona, að því hún þurfti líka að vera undir ákveðum testosterón mörkum, skilur, hún er alltaf með aðra beinabyggingu og allt þetta og stærri axlir og stærri hnefa og svona sem má alveg þetta er hella flóki mál en þessi manneski ólympíuleikarinn hefur tapað 9 sinum já, ég er ekkert að segja neitt um það sko. Hún tapaði ólympíuleikarinn 2020 þú veist, hún fekk einu svona medalíu en punkturinn í hugsun þeirra sem er að fetta fingur út í þetta er auðvitað bara, heyrðu ef að það eru enga kategóriur þá bara, þú veist, eru enga kategóriur skilur hvað við, þú veist, ef við bara erum ekki með neina kategóriur, þá erum við ekki með neina kategóriur heldur bara í ofbeldi gegn konum, skilur, þá er bara ekki heldur hægt að halda því fram ef að, sko, En hvar á þessi einstaklingur að keppa? Ég veit það ekki maður, sko, ég fucking vinn ekki einhverju box fucking dóti ég bara, þú veist, en þarna, þú veist, sorry, auðvitað sérðu grímulust hatur stíga þarna fram þegar fólk er bara þetta er maður að berja konu, eru feministarnir glaðir núna og þú veist, og síðan segir maður bara reyndar þetta aðeins flóknara og það er bara allt reynd að tína til einhvern veginn til þess að láta þetta líta út eins og samsæri og ég finnst þetta bara rosalega vond samskipti sko. Já, ég er að samanlega þetta vond samskipti en það er heldur ekki að bara taka þetta bara og segja þetta sé allt hatur, skilur, þú getur ekki bara sópa þessu öll út af borðinu og segja bara hættin þetta hatur, þetta er líka bara lögmætar vangaveltur, bara ok, hvað þýðir þetta þá, skilur, og það er bara hugsan sem allir að fá og það þorir enginn að tala og sumir hafa lagt það fram bara, hér er manneskja sem virðist vera með einhverja genabreitingu sem gefur henni forskot
en bara margir af sigurvegurum ólympíuleikana virðast fá eitthvað í guðskjöf sem gefið þeim forskot og herra testosterón. Og ég meina sko, ef þú spyrir mig, ég væri bara til að accelerata. Ég er bara hrifin af þessu sem Peter Thiel þeir eru að gera með bara svona engin test á ólympíuleikur, bara let's go, prófum þetta bara eins og ég segi, bara may the best man win sko. Ég meina við erum vélmenni sko, við erum blanda af vélum og mönnum skilurum, það er bara staðan, fattar þú? En hitt er ákveðið leikrit. Ekki smurning sko, en ég var að rífast á netinu í dag, svo þessi tekið. Já, en ég er að segja, ég er ekki hrifin að því, þú veist, þetta er allt hatur, nei, þetta er bara, þú veist, fólk er að spyrja bara hvað fokkar með þá í gangi, er þá einhverja mikið af þeim samskipti sem ég var í fólk að segja að þetta er bara hættulegt fyrir konur og þetta getur fólk hefur kannski sögulega sér ekki haft miklar áhyggjur af konum sko. Ég er fælst alveg á það og síðan eins og fyrir mig sem bara ég hef keppt við sér í boxi ég hef æft bara ógeðslega mikið box og það eru íslenski strákar verið fluttir út til Vegas til þess að sparra við konu fyrir meistarafætt skilur að því þeir þurfa bara eitthvað sem er aðeins harðar en hún skilur þær hafa boxað við stærri stelpur við stærri stráka og þú spyr boxkonu eru bara let's fucking go en það er samt ekki það meikar ekki sens þá að segja að kalla mig keppa í kvennina flokkin skilur að maður getur bara ég geti bara sem er auðvitað ekki trans sagt bara ég er kona og þá má ég vera í þessum flokki og þú ert að segja að það sé einhverju parametrar bara testosterón próf parametrarnir eru meira sem orðnir eru strengdir núna það lágt fyrir konur að hávaxnar og herðabreiða konur sem eru marga hverja glæsilegar og finnast í til dæmis handbolta hér á Íslandi, það er ekki sjens að það myndi ná þessu prófi. Nei, það er bara mjög áhugavert, ég vissi það ekki, sko, ég hafði ekki hugmynd og þetta er gert út af panikki að því bara, nei, nú eru kallarnir að koma og ég meina, maður hefur náttúrulega séð bara 120 kíló gaur skrá sig í kvenna handbolta í Ástralíu sem var mikið í netinu og bara að setja 22 mörkileik það bara haksa leikinn skilur og og mér finnst líka í kraftliftingum mér finnst það samt vera troll jobs skilur það eru gaurar að fara inn til þess að vera leiðilegir og það er svona það eru þessi dæmi sem fólk er að lýsa og segja bara heyrðu hvað er í gangi hér og þú veist að afgreiða það sem hatur meikar engan sens fyrir mér það er bara fólk að reyna að láta þær veruleika sem passa og bara hann er eitthvað sem er bara glitsa harka skilur þú veist en svona þarna var eitthvað kimi í menningarstrífinu það sem svona nei og sko það sem mér finnst áhugavert er að þú bara bókstaflega opnar X og frá 1 klukkutíma til annars er þetta orðið moment augnabliksins næstu 2 tímana það er allir að ræða þetta þú færir 90 myndbönd af þessu og viralityð er svo sturlað og ég held að þú ert að tala um að fara til Spánar í 1 mánuð á ári ég held að menn þyrftu á því að halda að tappa alveg út við að bara ég sé ekkert að þessu ég er að hugsa að gera þetta til áramóta ég myndi mæla með því og ég bara bið að heilsa úr helviti á meðan þú gera það því þú verður að gera þetta sko já, ég sammála því og ég stefna að gera þetta og ég er með ákveðin áform að gera þetta en vandinn er hvað er mikið nöðsynlegum upplýsingum líka en kannski það heilög blekking já, ég meina, þú veist, bara basic hlut, bara myndir eldgossum núna eitthvað bara gaur í Keflavík bara, það er byrjað að gjósa svo gaman að sjá þetta allt Heyrðu, erum við ekki konur alveg langt út fyrir alltaf þjóðaborkina þú klippir þetta á einhver skilabót til almennings nei þú Óskar Höllu til hamingju með kjöri þú fellst á viðurkennir niðurstöðu kosningana ég ætla að viðurkenna niðurstöðu kosningana spáð þín fyrir Bandaríkin, heldur að Trumparinn taki þetta? Nei ég hef þess að sömu tilfinningu núna að Kamalan taki þetta af því, og það er náttúrulega ekki Kamala sem er að taka þetta það er bara Trump á svo breiðan hóp andstæðinga sem eru tilbúinir að saminast og þeir bara gáti ekki alveg verið bak við Biden það bara var ekki hægt og ég held síðan náttúrulega eru samstæðismennir að segja þetta verði ekki eins og Trump sko. Það verði eitthvað annars eitthvað hot swap aftur líka það líka það verði áhugavert þarna, Guð blessi Guð blessi Dóri og takk kærlega fyrir að verja þessu 50. með mér og njóti verslunarhelgarinnar þið kæru áhorfendur og Guð blessi ykkur alveg hjartanlega